soy poca.
Ég set fund í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3475 og eins og glöggir áhorfendur sjá þá erum við komin hérna í Hof aftur eftir að hafa verið á fjarfundum og gaman að sjá ykkur öll hérna í raunheimum. En ég ætla að byrja á því að leita afbrigða fyrir útsendri dagskrá og fella niður lið númer 6 menntastefnu þeir sem geta samþykkt það, gefur merki. Það er 11, takk fyrir það og þá liggur fyrir okkur dagskrá í 8 liðum og fyrst á dagskrá er fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar, viðauki og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lagður fram viðauki númer 4 fyrir fjárhagsárið 2020 en viðaukinn var lagður fram í bæjarráði 7. maí síðastliðinn. Viðaukinn er vegna aðgerða sem við erum að grípa til meðal annars vegna COVID og líka þeirra ákvörðunar sem við höfum tekið vegna framkvæmda áætlunar. Þetta er viðauki upp á 75 milljónir sem að voru byrtaðan verið ekki Þetta er samtals við hækkun á fjárfestingaráætlun upp á 75 milljónir, þar er að ræða 20 milljónir vegna sundlarinnar á Akureyri, 15 milljónir vegna tengigangs í Glerárskóla og síðan 40 milljónir vegna framkvæmda á Nökkva-svæðinu. En heildar viðauki í raun vegna Siglingaklubbs Nökkva eru 80 milljónir en 40 milljónir af þeim leggjast árið 2021. Samtals hækkun á fjárfestingaráætlun er upp á 75 milljónir. Síðan erum við aukin útgjöld vegna fasteigna Akureyrar vegna viðhalds á búningsklefa sundlaugarinnar upp á 30 milljónir og síðan koma þarna auknar afskriftir vegna framkvæmdana upp á 938.000 krónur. Þannig að samtals er þetta vegna rekstrar upp á 30 milljónir 938.000 og vegna framkvæmda áætlun upp á 75 milljónir króna. Þetta er lagt hér fram til samþykktar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu og orðið er laust. Það sem enginn hefur hvatt sér hljóðust, þeir sem geta staðfest ákvörðun bæjarráðs, gefur merki. Það er 11. Þá kom öðrum lið, fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar viðauki til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, hér er lagður fram viðauki númer 5 sem fyrir fjárhagsárið 2020 en viðaukinn var lagður fram í bæjarráði 14. maí síðastliðinn. Þetta er í rauninni viðauki 2 liðum sem að bæði tengjast COVID-málum, að við ákváðum að fara í markaðsátak fyrir Akureyrarbæ vegna COVID upp á 40 milljónir króna og síðan tókum við ákvörðun að fresta breytingu á rekstri pundsins sem þýðir 7,3 milljónir tæpar í rekstrarkostnað. Útgjöld vegna aðalsjóðs hækka því þetta 47,3 milljónir króna og er mætt með lækkun á handbæri fé og þetta er hér lagt fram til staðfestingar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðst, þeir sem geta staðfest ákvörðun bæjarráðs, gefur merki. Það er 11. Þá komum að 3. lið, lánasjóður sveitarfélagi, lántaka og til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er lagður fram liður 4 í fundargerð bæjarráðs frá 7. maí síðastliðinn en þá samþykkti bæjarráð framlagða lánasamning við lánasjóð sveitarfélaga upp á 500 milljónir króna og ég ætla að leyfa mér að lesa þá bókun sem við þurfum að staðfesta hér í bæjarstjórn. Hún er dálítið ítarleg eins og alltaf þegar kemur að lánveitingum en bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstólsfjárhæð 500 milljónir króna til 14 ára með jöfnum 27 afborgunum ásamt vöxtum og verðbótum. Í fyrsta skipti 5. apríl 2021 og lokagjalda 5. apríl 2034. Í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og bæjarstjórn hefur kynnt sér. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstólsfjárhæð uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standi tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjur og framlag til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á fjárfestingu samkvæmt framkvæmdaáætlun 2020 samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur
veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Akureyrarbæjar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun lánsins. Og þetta er lagt fram til samþykktar. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur kvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt þessa lántöku, gefið merki. Það er 11. Þá koma fjórða lið á dagskrá, það er skipun nýju aðalfulltrúa og nýju varafulltrúa Akureyrarbæjar á ársþingi í samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Og ég ætla að lesa hérna tillögu að fulltrúum. Aðalfulltrúar verði Halla Björk Reynsdóttir, Guðmundur Baldvin Guðmundsson, Hilda Jana Gísladóttir, Andri Teitsson, Ingibjörg Ólöf Ísaksen, Heimir Haraldsson, Gunnar Gíslason, Eva Hrund Einarsdóttir, Sóley Björk Stefánsdóttir og varafulltrúar Þórhallur Jónsson, Hlynur Jóhannsson, Rósa Njálsdóttir, Geir Kristinn Aðarsteinsson, Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir, Unnar Jónsson, Lára Halldóra Eiríksdóttir, Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir og Anna Fanney Stefánsdóttir. Orðið er laust þessa tillögu sem enginn hefur kvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt hana, gefið merki. Það er 11. Þá koma 5. lið á dagskrá, Hesjuvellir, umsókn skipulag og til máls tekur bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er erindi dagsett 27. apríl 2020, þar sem Jóhannes Már Jóhannesson fyrir hönd Vallabúsins EHF leggur inn tillögu að deiluskipulagi fyrir reit í landi Hesjuvalla. Í deiluskipulaginu er afmörkuð 3.500 fermetra íbúðalóð þar sem byggja má íbúðarhús og bílskúr sem samtals geta verið alltaf 280 fermetrar að stærð. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagi verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Það er bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen lokið máli sínu, orðið er laust sem enginn hefur kvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt tillögu að auglýsingu, gefið merki. Það er 11, takk fyrir það. Þá koma 7. lið á dagskrá, fiskeldi í Eyjafirði og til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það kom í minn hlut eiginlega fyrir tilviljun að flytja svolítinn inngang þetta efni og ég ætla að reyna að draga fram helstu sjónarmið og reyna að gæta hlutleysis. Ástæðan fyrir þessari umræðu hér í dag er meðal annars úr stefna ríkisstjórnarinnar að uppbygging í fiskeldi verði ein af leiðum Íslendinga til að vinna okkur út úr COVID-kreppunni. Þannig kynnti sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra í lok mars 15 aðgerðir og hljóðaði ein þeirra svo: afgreiðslu rekstrarleyfa í fiskeldi flýtt og eftirlit og stjórnsýsla styrkt. Fiskeldi hefur vaxið mikið á undanförnum árum og var útflutningsverðmæti fiskeldis 25 milljarðar króna í fyrra eða sem nemur tæplega 2% af heildarútflutningi. Samhliða miklum vexti greinarinnar undanfarin ár hefur málsmeðferð rekstrarleyfisveitinga vegna fiskeldis þyngst umtalsvert. Því er mikilvægt að flýta afgreiðslu leyfa til fiskeldis enda gæti það á þessu ári og til framtíðar haft í för með sér mikla fjárfestingu hér á landi og ráðningu á fleira starfsfólki. Tilvitnun endar. Örlítið söguna. Laxeldi á Íslandi sem matvælaframleiðsla nær en 40 ár aftur í tíman til brautryði í anda starfs Eyjólfs Konráðs Jónssonar og fleiri hjá Ísnó í Kelduhverfi og í Vestmannaeyjum. Fyrstu áratugirnir einkendust af vonbrigðum. Það voru sjúkdómar, áföll, lélegar heimtur í hafbeit, gjaldþrot. En núna síðustu 10 árið að svo hefur gengið miklu betur.
Framleiðslan er að virka því leyti að það verða til þúsundir tonna af laxi sem selst á háu verði og kostnaður er hóflegur. Eldisfyrirtækin eru með mjög fjársterka og reynslumikla bakhjarla frá Noregi. Þau sjá mikil tækifæri hér við land og hafa verið að helga sér svæði og byggja upp framleiðsluna. Jákvæðar hliðar á laxeldinu við Ísland eru margar. Atvinna í dreifðum byggðum, það er sérstaklega á Vestfjörðum og sunnanverðum Austfjörðum. Margs konar afleidd störf og umsvif, svo sem við fóðurgerð, umbúðaframleiðslu, flutninga, þjónustu við báta og búnað, járnsmíði, köfun og fleira. Bjartsýni og stórhugur sem þessi landshlutar þurfa sannarlega á að halda. Fiskeldi er skilvirk og hagkvæm leið til að framleiða mat fyrir jarðarbúa. Það þarf aðeins það bil 1 kíló af fóðri til að framleiða 1 kíló af laxi. Og það verður mikil verðmætasköpun sem vonandi situr eftir á Íslandi að sem mestu leyti. En það heyrast líka gagnrýnisraddir, slysasleppingar, eldi fer að mestu fram í sjó og í hefðbundnum flotkvíum sem eru gerðar úr neti. Það er staðreynd að það rifna stundum, til dæmis vegna hafís eða óveðurs eða vegna þess að bátur rekst utan í. Þá geta laxar sloppið út, þeir eru af norskum uppruna og margir hafa áhyggjur af blöndun þeirra við náttúrulega íslenska laxastofna. Til að sporna að einhverju leyti við þessu var landinu skipt upp þannig að bann var lagt við laxeldi þar sem bestu laxveiði árnar eru. Það er við Faxaflóa og Breiðafjörð, Húnaflóa og Skagafjörð, Skjálfanda, Þistilfjörð, Bakkaflóa, Vopnafjörð og Héraðsflóa. Helstu opnu svæðin eru Vestfirðir, Eyjafjörður, Öxarfjörður og Austfirðir. Og svo öll suðurströndin sem bara hentar ekki því að þar er nánast ekkert skjól fyrir úthafsöldu og stormun. Gagnrýnendur hafa líka bent á þann möguleika að gera seiðin ófrjó í upphafi eldisins. Þannig valdi fiskur sem sleppur úr kvíum miklu síður skaða fyrir villta stofna. Þetta má til dæmis gera með þrýsti meðferð eftir frjóvgun. Tilraunir sem hafa verið gerðar hjá fiskeldi Austfjarða benda til að vöxtur og viðgangur sé jafn góður hjá ófrjóa fiskinum og þetta er því áhugaverður kostur. Gagnrýnendur hafa líka bent á að slysasleppingar væru minna vandamál ef notaður væri íslenskur stofn í eldinu. Sá fiskur hefur hins vegar þann annmarka í laxeldi að verða kynþroska eftir aðeins 1 til 2 ár í sjó og þá dregur mjög úr vexti og fóðurnýtingu. Svo er það laxalúsin, hún herjar á lax í eldiskvíum og berst yfir á villtan fisk sem kemur það nálægt. Lúsin getur dregið fiskinn til dauða eða veikt hann mjög. Hér við Eyjafjörð eru ekki burðugar náttúrulega laxveiði ár en hins vegar nokkrar af bestu bleikjuám landsins. Það eru Eyjafjarðará, Hörgá, Svarfaðardalsá og Fnjóská. Lús frá laxeldi getur haft mjög skaðleg áhrif á bleikjuna. Sjónræn áhrif, það er ljótt að margra mati að sjá kvíar á sjónum, spillir annars fallegri sjávarsýn. Áhrif á aðra starfsemi, til dæmis hvalaskoðun og önnur ferðamennska kann að verða fyrir neikvæðum áhrifum. Kvíarnar þrengja mögulega siglingaleiðum fiskiskipa eða flutningaskipa. Það er takmarka mögulega uppbyggingu nýra hafna, svo sem á Disneysi, eða annarar starfsemi. Úrgangur, laxeldi upp á 20.000 tonna, skilar frá sér úrgangi á við 50 eða 100.000 manna byggðarlag. Það er gagnrýnt að þetta fái að renna beint í sjóinn á sama tíma og akureyringar eru skikkaðir til að byggja hreinsistöð fráveitu fyrir 1.000 milljónir króna. Endurtekin áföll líka núna í seinni tíð, svo sem slysasleppingar, laxadauði vegna sjúkdóma, óveðurs eða þörungamengunar. Aðbúnaður og dýravelferð, meðal annars er gagnrýnt að fiskar séu í litlu rými og skaði hver annan með að nuddast saman. Eignarhald, það hefur verið gagnrýnt að íslensku laxeldisfyrirtækin séu að verulegu leyti í eigu Norðmanna, að þau greiði miklu lægra gjald fyrir eldissvæði sem þau fá úthlutað heldur en nemur raunverulegu verðmæti þeirra, og þetta er að sjálfsögðu takmörku gæði, og að þau greiði ekki tekjuskatt á Íslandi þrátt fyrir mikla velgengni í starfseminni ef marka má þeirra eigin orð. Áform við Eyjafjörð, það hefur legið fyrir tíma að fyrirtækið Aqua Future hafi áhuga á laxeldi við Eyjafjörð. Fyrirtækið hefur birt áætlun 20.000 tonna árlega framleiðslu. Það óvenjulega við hugmyndir Aqua Future er að félagið gerir ráð fyrir að nota lokaðar sjókvíar sem eru gerðar úr steinsteyptum einingum
sem mynda hring eða kraga. Innan í honum svo trefjadúkur festur við flothring og loks auka öryggisnet til að fanga fisk sem hugsanlega myndi sleppa út úr trefjapokanum. Ker af þessari gerð eru komin í notkun í Noregi og virðast geta leyst að talsverðu leyti 3 af þeim stóru atriðum sem eldi í hefðbundnum netakvíum hvað harðast gagnrýnt fyrir. Í fyrsta lagi eru lokuðu kvíarnar miklu rammgerðari og því ætti að vera mun minni hætta á slysasleppingu og erfðablöndun. Í öðru lagi gert ráð fyrir að sjór sé tekinn inn í kvíarnar af 25–30 metra dýpi þar sem mjög lítið eða ekkert lús og því berist að sama skapi miklu minna en ella af lús aftur út í umhverfið. Í þriðja lagi sýna athuganir að það hægt að hreinsa burt alltaf 70% af úrganginum, það af skít og fóðri sem fer til spillis. Þetta unnið í meltu í töngum á þjónustubátum og má svo nota í moltu eða eldsneyti eða áburð upp á landi. Stjórnsýsla. Fiskeldi gilda lög sem heita lög fiskeldi og eru númer 71 frá 2008 en þeim hefur verið breytt nokkrum sinnum síðan, meðal annars á síðasta ári. Stjórnsýslan varðandi fiskeldi gengur fyrir sig mjög einfaldaðri mynd þannig að Hafrannsóknastofnun metur burðarþol fyrir einstaka firði og svæði og gerir einnig tillögu hámark á umfang eldis út frá áhættumati erfðablöndunar. Þetta áhættumat erfðablöndunar segir í 6. grein laganna: Hafrannsóknastofnun gerir tillögu til ráðherra það magn frjórra laxa mælt í lífmassa sem heimila skal að ala í sjó hverju sinni á tilteknu hafsvæði á grundvelli áhættumats erfðablöndunar. Með áhættumatinu áhætta af erfðablöndun frjórra eldislaxa við villta laxastofna miðað við magn frjórra eldislaxa á tilteknu hafsvæði metin með líkani. Markmið þessa að koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum nytjastofnum. Í áhættumati erfðablöndunar skal tekið tillit til mótvægisaðgerða sem draga úr mögulegri erfðablöndun, meðal annars ljósastýringar og stærðar seiða og netpoka. Hafrannsóknastofnun skal leita eftir tillögum eldisfyrirtækja að slíkum mótvægisaðgerðum. Áhættumatið skal byggt á þáttum eins og áætlun fjölda strókufiska og endurkomu hlutfalli þeirra, áhrifum hafstrauma og dreifingu fiska, fjarlægð áa frá sjókvíaeldissvæðum, stofnstærð laxa í ám og öðru sem þýðingu kann að hafa, tilvitnun lýkur. Og burðarþol segir í sömu grein, 7. grein laganna: Ráðherra ákveður hvaða firði eða hafsvæði skuli meta til burðarþols og hvenær það skuli gert. Burðarþolsmat skal framkvæmt af Hafrannsóknastofnun eða aðila sem ráðuneytið samþykkir að fenginni bindandi umsögn Hafrannsóknastofnunar, tilvitnun lýkur. Loks vil ég svo vitna í 4. grein laganna. Hafrannsóknastofnun ákveður skiptingu fjarða eða hafsvæða í eldissvæði á grundvelli burðarþols og bestu heildarnýtingar mögulegra eldissvæða, tilvitnun lýkur. Stofnunin gerir svo tillögu úthlutun þessara svæða til eldisfyrirtækja. Burðarþolsmat og áhættumat erfðablöndunar varðandi Eyjafjörð liggur ekki fyrir. Heildarvinna skipulag haf- og strandsvæða við Ísland stendur yfir og nú í gangi vinna við Austurland og Vestfirði. Röðin hins vegar ekki komin að Norðurlandi og þar með Eyjafirði. Það má líka velta fyrir sér hvort fiskeldi á Eyjafirði sé ekki upplagt viðfangsefni fyrir svæðiskipulagsnefnd Eyjafjarðar. Sveitarfélög hafa almennt séð ekki skipulagsvald á sjó utan 115 metra frá landi en það verður að teljast eðlileg krafa sveitarfélaga við Eyjafjörð að hafa mikið það að segja hvort fiskeldi í sjó verður leyft í Eyjafirði og þá með hvaða hætti. Þetta var hlutlausa umfjöllunin en ég vil nú lesa stutta bókun sem auk mín standa að bæjarfulltrúarnir Guðmundur Baldvin, Ingibjörg Ólöf og Halla Björk. Laxeldi í sjó hefur byggst hratt upp við Ísland á undanförnum árum og virðist ætla að hasla sér völl sem mikilvæg atvinnugrein. Á hinn bóginn fylgja því ýmsar hættur fyrir villta náttúru og mögulega árekstra við aðrar atvinnugreinar. Því nauðsynlegt að stíga varlega til jarðar og gaumgæfa allar hliðar málsins áður en ákvarðanir verða teknar fiskeldi í sjó í Eyjafirði. Við teljum það lykilatriði að samráð sé haft við sveitarfélög og íbúa í jafn umfangsmiklu máli og fiskeldi og teljum ótækt að slíkar ákvarðanir verði teknar í óþökk heimamanna.
Í því sambandi skorum við á stjórnvöld að unnið verði strandsvæðaskipulag af öllum firðinum áður en lengra haldið með aðkomu allra sveitarfélaga og engin leyfi verði veitt fyrr en slíkt skipulag liggur fyrir. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sinni. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það sem við erum að fjalla hér er í mínum huga stórmál og snertir marga þætti sem snúa samfélagi og náttúru hér í Eyjafirði. Ég ætla ekki að fara að telja upp allt sem að bæjarfulltrúi Andri Teitsson fór hérna yfir áðan. Ég ætla að benda á nokkur atriði seint. Í fyrsta lagi það sem vitnað er til að ríkisstjórnin hafi lagt til vegna aukins fiskeldis og vegna COVID, þá snýr það kannski fyrst og fremst að þeim svæðum sem nú þegar eru komin með leyfi. Og við verðum að átta okkur á því að nú þegar hafi verið gefin út leyfi fyrir ríflega 70.000 tonnum og það hefur verið að nýta því einhver 35.000 tonn. Þannig að svigrúmið er gríðarlegt hérna á Íslandi til að auka við þessa atvinnugrein án þess að Eyjafjörður komi þarna til. Þar að auki þá í farvatninu leyfisveitingar þannig að það má reikna með að þegar að þessu ári lýkur séu þessi tonn orðin eitthvað í kringum 110.000 og Eyjafjörður ekki með. Þannig að möguleikar Íslands eru miklir. Ég hef ekkert á móti fiskeldi. Hvorki í sjó eða á landi. Ég set hins vegar stór spurningamerki í sjókvíaeldi með netum, hvar sem er á landinu, en það er bara staðreynd að Norðmenn eru núna að færa sig miklu meira frá þessu í Noregi sjálfum og flytja sig yfir til Íslands. Eitt af því sem að þeir hafa verið að benda á eða vinna með í að koma hér er að sjórinn sé kaldari hérna þannig að laxalúsin þrífst ekki eins vel. En staðreyndin er samt sem áður sú að sjór er að hlýna við Ísland. Hann hefur hlýnað verulega hérna fyrir Norðurlandi þannig að lífríkið er að breytast í kjölfarið. Og það er alveg staðreynd að ef að laxalús kemst í bleikjustofni hérna við Eyjafjörð þá er hann bara steindauður. Því að bleikjan hefur enga vörn í hreistri. Hann hefur enga vörn. Ég er að vitna til þess að það væri meira öryggi í því. Þeim áformum sem að Aquafuture er með. Við höfum fengið kynningu á því bæjarstjórn. Þessum kvíum með svoköldu steinsteyptum flotholdum, ef við getum orðað það þannig, og síðan einhverju segldúk sem á að vera firnasterkur. Allt í góðu með það, en það er engin reynsla þannig komin á þetta í Noregi. Þannig að það er alveg útilokað að ætla sér að fara að nota það sem einhver ástæði fyrir því að það sé mögulegt fiskeldi hérna í Eyjafirði á einhverjum tímapunkti. Og það kom fram hér í samantekt bæjarfulltrúa Andra að það eru jú sjónræn mengun af því líka og sennilega heldur meiri ef eitthvað er heldur en af þeim kvíum sem að netinu eru tengd við. Það hefur verið bent á marga þætti sem að gera það mjög erfitt fyrir til ferðaþjónustuna að rækja sína starfsemi hér ef að sjókvíaeldi verður leyft hérna. Það er búið að benda á mörg atriði sem eru mjög vafasum sem snúa lífríkið Eyjafjarðar. Og svo er eitt í þessu líka og það var talið upp hér í skýrslu bæjarfulltrúa Andra. Það er búið að friða Húnaflóa, það er búið að friða Skagafjörð, það er búið að friða Skjálfanda, Þistilfjörð, Bakkaflóa, Vopnafjörð og Héraðsflóa. Og fyrir því eru ákveðin líffræðilegar og náttúrufræðilegar ástæður. Í mínum huga eru þessar ástæður og þessi rök fyrir friðun þessara fjarða og flóa algjörlega þau sömu hér. Og mér finnst við verða átt okkur á því.
Jú, þetta getur skapað atvinnu og þetta getur skapað tekjur upp að ákveðnu marki, þó við vitum ekkert hvað það verði mikið, því að við erum eftir að sjá hver þróunin verður til dæmis í slátrun og fleiri þáttum. Þetta hefur jú hleypt miklu lífi í dreifðar byggðir á Austfjörðum og Vestfjörðum. Mér finnst til dæmis svo engin ástæða fyrir okkur hérna í Eyjafirði sem hefur fullt af öðrum tækifærum til að fara að seilast inn á þennan markað. Mér finnst bara ekkert hafa þangað að gera í raun. Gefum þessum dreifðu byggðum bara tækifæri til að byggja upp þessa atvinnugrein þar sem hún er nú þegar. Þess vegna ætla ég að leggja hérna fram bókun sem hljóðar svo. Það sé ef ég finna hana. Hún hljóðar svo. Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að leggja til við sjávarútvegsráðherra að Eyjafjörður verði friðaður fyrir sjókvíaeldi líkt og gert hefur verið með Húnaflóa, Skagafjörð, Skjálfanda, Þistilfjörð, Bakkaflóa, Vopnafjörð og Héraðsflóa. Bæjarstjórn telur að með þeirri ákvörðun verði meiri hagsmunum ekki fórnað fyrir minni en hvetur til uppbyggingar á fiskeldi á landi. Sem er bara sjálfsagt mál. Við erum til dæmis fjársjóð hér í heitu vatni út á Vaðlaheiðargöngunum sem gæti hugsanlega nýst til þessa frekar en eitthvað annað. Og mér langar til að nefna það í þessu sambandi að þó að við séum að leggja hér til að fjörðurinn verði friðaður, þá mun sjávarútvegsráðherra aldrei gera það að öðruvísi en svo að fara í samtal við íbúa hér. En mér finnst þið þurfa að taka mjög skýra afstöðu í þessu máli svo hún liggi bara fyrir. Takk. Er það að leggja til tillögu að bókun? Þetta er tillagabókun sem að ég reikna með eru borundar atkvæði. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, lokið máli sem næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú þakka bæjarfulltrúa Andra fyrir bara mjög góða yfirferð yfir kosti og galla fiskeldis. Af því að auðvitað er gríðarlega mikilvægt að við séum meðvituð bæði kosti og galla. Og eins vil ég færa bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni mjög góðar þakkir fyrir mjög góða framsögu sem að ég vil bara taka undir hvert einasta orði. Og þess vegna ætla ég ekkert að fara neitt vítt yfir þetta umræðuefni. Ég held að þetta hafi nú verið þessi helstu atriði sem komin hérna fram. En það liggja hér fyrir fundinum 2 bókanir. Og mér langar aðeins að gera umræðuefni bókun sem að bæjarfulltrúi Andri lagði fram. Þar sem að talað að skora á stjórnvöld að vinna strandsvæðaskipulag í öllum firðinum með aðkomu allra sveitarfélaga. En það er þannig að í lögum skipulag haf- og strandsvæða er kveðið á svokölluð svæðisráð. Og það er þannig að er að ræða allt að 7 manna svæðisráð. Og þar eru 5 aðilar skipaðir af ráðuneytum, ýmsum ráðuneytum og 1 til 2 fulltrúar sveitarfélaga. Það eru 2 fulltrúar sveitarfélaga ef að sveitarfélög eru fleiri en 3 á því svæði sem að unnið er með í það skipti. Samband íslenskra sveitarfélaga gerði mjög harðorðar athugasemdir við frumvarpið að þessum lögum þegar það lá fyrir í bæði skiptin sem að gengu út á það að það þyrfti að tryggja betur aðkomu heimamanna í þessari vinnu. Við því var ekki orðið, þannig að aðkoma heimafólks er fullkomlega ótryggð í
þessum lögum og ég held að við höfum engar forsendur til að halda það að þó að bæjarstjórn Akureyrar bóki eitthvað mikilvægi aðkomu heimafólks að við því verði orðið. Ég held að við bara enga forsendur til að trúa því. Þannig að þetta mun þá, ef við ætlum að láta þetta mál í hendurnar á þeirri nefnd sem mun skipuleggja haf- og strandsvæði hér, þá verður það á forsendum ráðuneytanna. Og eins kveðið á það í þessum lögum að samþykki meirihluta fulltrúa þurfi til þess að mál sem séu til afgreiðslu í svæðisráðinu séu samþykkt, en þó þannig að allir fulltrúar ráðuneyta í svæðisráðinu séu samþykkir afgreiðslunni. Þannig að ef einn fulltrúi ráðuneytis ekki samþykkur, þá fer það ekki gegn. Það er algjörlega fullkomlega gulltryggt að heimamenn hafa mjög lítið málið að segja í þessu ferli. Og ég vil bara benda á þetta fyrir ykkur sem að haldi að þetta sé eitthvað sem skiptir máli í því hvernig þegar verið ákvarða hvernig á að nýta fjörðinn hérna. Varðandi fyrirtæki Aquafuture sem að bæjarfulltrúi Gunnar sagði hérna frá og við höfum fengið kynningu á og lokaðar kvíar, þá eru þetta uppi alls konar efasemdir eða svona spurningar hversu öruggt þetta og ég held að við vitum það öll að ekkert öruggt. En það eru þetta augljóslega mun minni áhætta í þessum kvíum heldur en þessum hefðbundnu kvíum. En hver ætlar að ráða því hvaða fyrirtæki fá úthlutað leyfum? Mun það fara eftir því hvernig kvíar fyrirtækinu með? Ég held að það hafi ekki verið þannig hingað til og ég nokkuð viss að það mun ekki breytast alveg á næstunni og hef ekki heyrt að neina slíka breytingar séu í farvatninu. Þannig að það verður á engan hátt í höndum yfirvalda á svæðinu að hafa neitt það að segja. Og eitt sem að kannski bæjarfulltrúi Gunnar kom ekki mikið inn á, það framtíðarsýn fiskeldi. Við horfum gríðarlega mikið til Noregs og þar fyrir nokkrum árum, kannski 4-5 árum, voru komnar á stað og svona komnar það langt í þróun svokallar úthafskvíar sem að margir stjórnendur, stjórnarformaður Arnarlax í Noregi meðal annars, stjórnendur Nordlax með það heiti og fleiri hafa haldið fram meðal annars á alþjóðlegri fiskeldisráðstefnu nú í vetur að sé framtíðin, að strandeldi sé fortíðin. Og meðal annars með þeim rökum að þannig muni fiskeldisiðnaðurinn sem gríðarlega og verður gríðarlega mikilvægur iðnaður í framtíðinni. Það þarf að búa til prótein fyrir mannfólkið og það mun bara þurfa meira og meira. Og fiskeldi eins og bæjarfulltrúi Andri kom inn á mjög góð leið til að uppfylla næringarþörf mannkynsins. Þannig að það þarf enginn að hafa efasemdir það að fiskeldi framtíðin. En fiskeldi í úthöfum og á landi framtíðin. Og ég skil ekki hvers vegna við ættum að fara að horfa til fortíðar í þessu máli. Þannig að ég mun taka undir bókunina sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lagði hérna fram. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir loki máli sínu, orðið laust. Næstektu máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka Andra kærlega fyrir góða yfirferð þetta mál og eins bæjarfulltrúa Gunnari og bæjarfulltrúa Sóley. Ég sit í stjórn Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar þar sem að hefur verið rætt töluvert fiskeldi. Það var á liðnu ári var gerð viðhorfskönnun meðal íbúa fjarðarins fiskeldi, sem var mjög áhugaverð. Og niðurstaðan kannski í grunninn sýnir að það eru svona, að fólk mjög svona hugsi
Það er að segja að það eru kannski cirka 30% frekar eða mjög á móti og cirka 30% mjög eða frekar með og restin hlutlaus. Þannig að það var nú ekki svona skýr skilaboð íbúa Fjarðarins í þeirri könnun að minnstakosti. Síðan var haldin ráðstefna á vegum AFE sem var mjög gagnleg og til greinagóðar upplýsingar hana á heimasíðu SSNE fyrir áhugasama. Fyrir innan stjórnar SSNE, það sem ég sitt líka, þá var bókað á síðasta fundi stjórnarinnar að stjórn SSNE telji nauðsynlegt að sýna mikla varkárni varðar lífríki Eyjafjarðar, áhrif á ferðaþjónustu og ásýnd fjarðarins og að stjórn SSNE telji algjört lykilatriði að samráð sé haft við sveitarfélög og íbúa í jafn umfangsmiklu máli og fiskeldi og telur ótækt að slíkar ákvarðanir verði teknar í óþökk heimamanna. Ég undrast það ótrúlega að þetta samráð sé ekki, að það sé ekki meira vald hjá heimamönnum í þessu máli sem á auðvitað bara vísindum. En á þessari ráðstefnu þá var mjög áhugavert erindi sem var flutt líka bara almennt byggðamál og hvernig, því að fiskeldi er stundum rætt það sem svona byggðafestumál, atvinnuskapandi og svo framvegis. Og það er oftar en ekki, var sem sagt verið að ræða að þá erum við að tala að nýta einhverjar auðlendir í tiltölulega karllæg störf út á landi sem að oft skapi ójafnvægi byggðaþróun svæðana og að rannsóknir sýni að það séu einmitt heimamenn og þeirra áherslur sem að skipti sköpum í vexti samfélagsins. Og okkar áherslur koma fram á Norðurlandi eystra í gegnum sóknaráætlun. Og svona fyrir áhugasama þá kemur ekkert fram fiskeldi í þeirri sóknaráætlun sem ótrúlega margir áhugasamir einstaklingar og svæðinu tóku þátt í að gera. Það var verið að horfa til fjölda allra tækifæra og uppbyggingu á atvinnugreinum á svæðinu, en það var enginn sem var að horfa til fiskeldis. Ég myndi óska þess helst af öllu og það væri bara farið í samtal við heimamenn, það væri farið í burðarþolsmat og áhættumat og þetta yrði bara allt á borðinu og svo yrði bara vegið og metið hvað eðlilegt sé að gera, hver vilji heimamanna og hver er þol lífríkisins. Og það lætur mér eiginlega bara líða óþægilega að mér líður næstu eins og maður þurfi að segja, heyrðu, við treystum eiginlega ekki þessu kerfi, að þetta fúnkeri, við treystum því ekki að heimamenn hafi neitt það að segja, við treystum því ekki að matið sé eins og við viljum hafa það og þá sé eina ráðið í rauninni bara að segja, heyrðu, friðlýsum. Og ég verð svolítið svona hugsi að því ég myndi gjarnan vilja bæði meira samtal og meiri upplýsingar og meiri vinnu áður en ég væri kannski komin þangað, en til þess að vera alveg örugg þá myndi ég segja, heyrðu, ef ég þarf að taka ákvörðun núna, já eða nei, þá bara friðlýsum, því að þá nýtur náttúran vafans. Og mér finnst það ósanngjörn staða að vera í. Og ég held að þetta sé miklu mikilvægara heldur en eiginlega nokkuð að þetta samtal sé tekið og að heimamenn hafi einhver völd í þessu. Og mér finnst mjög sérkennilegt að það sé í rauninni engin völd sveitarfélaga utan 115 metra frá strandlengju á sínu eigin skipulagi, sínu nærumhverfi. Mér finnst það eiginlega óboðlegt. Þannig að ég er búin að vera á báðum áttum með hvort ég eigi að segja, heyrðu bara friðlýsum, hvetjum til þess bara til að vera safe svo það sé kannski hlustað á okkur og ekki vaðið af stað. En á sama tíma finnst mér bókunin sem að Andri lagði fram að bara hreinlega setja svolítið hnefan í borðið, við viljum vera þáttakendur í okkar eigin framtíðarsýn, hvort sem á það er hlustað eða ekki. Og þannig ég er búin að vera bara eitthvað að hringsóla í hvað mér finnist eðlilegt. Ef ég þyrfti að segja bara, ef ég réði öllum heiminum akkurat núna, og ég hefði þær upplýsingar sem ég hef í dag, þá myndi ég segja bara friðlýsum strax. En á sama tíma, eins og ég segi, þá bara finnst mér allt of mörg spurningamerki, allt of lítið samtal og allt of lítið tillit tekið til margra þátta. Þannig að já, ég er ennþá bara ótrúlega hugsi
og en í rauninni eru þetta 2 bókanir á ferðinni, annars vegar við erum nú eiginlega frekar á móti þessu eða við erum algjörlega á móti þessu og þannig að ég bara verða bókanirnar bornar upp, frú forseti. Já, verður borin upp. Ég verð búin að ákveða mig áður en að þær eru bornar upp, að ég mun taka undir aðra þeirra og en ég held að þær báðar séu skiljanlegar. Takk. Já, það var bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Orðið er laust. Ef það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, þá þarf ég að finna þessar bókanir. Ég ætla aðeins að fá að gera hlé á fundinum, bara 1 mínútu. Þá göngum við bara aftur til dagskrár. Það er ráðfæra mig hvernig fara skuli með tillögur á bókunum, en til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Lítið tæknilegt atriði að ég mun núna að lesa upp sömu bókun áðan, en núna heitir þetta tillagaða bókun. Laxeldi í sjó hefur byggst hratt upp við Ísland á undanförnum árum og virðist ætla að hasla sér völl sem mikilvæg atvinnugrein. Á hinn bóginn fylgja því ýmsar hættur fyrir villta náttúru og mögulega árekstrar við aðrar atvinnugreinar. Því er nauðsynlegt að stíga varlega til jarðar og gaumgæfa allar hliðar málsins áður en ákvarðanir verða teknar fiskeldi í sjó í Eyjafirði. Við teljum það lykilatriði að samráð sé haft við sveitarfélög og íbúa í jafn umfangsmiklu máli og fiskeldi og teljum ótækt að slíkar ákvarðanir verði teknar í óþökk heimamanna. Í því sambandi skorum við að stjórnvöld að unnið verði strandsvæðaskipulag af öllum firðinum áður en lengra er haldið með aðkomu allra sveitarfélaga og engin leyfi verði veitt fyrir en slíkt skipulag liggur fyrir. Takk. Já, takk fyrir þetta. Og orðið er svo sem ennþá Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það sem eru komnar fram 2 tillögur hér í dag, eða 2 bókanir. Þá komum bara aðeins að gera grein fyrir af hverju ég ætla að kjósa með annari. Þegar að koma upp svona mál sem ég hef nú ekki mikið vit á, þá hlusta ég á fólk sem hefur meira vit og
og reynir svona að mynda með skoðun eftir því og ég fór nú á einhverju ráðstefnu hér fyrir 1,5 ára síðan akkurat í þessum sal þar sem var talað fiskeldi og þar kom einmitt fram það sem bæjarfulltrúi Sóli kom inn á að framtíðin væri út á hafi og ég tel að það sé mjög skynsamlegt og vona að það sé framtíðin og það sé bara rétt. Ég var nú búinn að mynda með svona ákveðna skoðun í þessu máli og svo kom bæjarfulltrúi Andri með þessa fínu framsögu hér áðan og hann staðfesti alveg það sem ég var búinn að mynda mér, þá skoðun. Nú Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi Gunnar kom stutt á eftir og ég var ennþá sannfærðari það sem ég ætlaði að gera og bæjarfulltrúi Sóley eiginlega tryggði þetta. Á undan þeim öllum þá hlusta ég á ágætan bæjarstjóra okkar, halda smá ræðu yfir okkur daginn, nokkrum bæjarfulltrúum og hún held ég að hafi svona komið mestu inn hjá mér með því sem hún sagði og það staðfestir eiginlega allt sem var sagt hérna. Þannig að ég tek alveg einu undir þessa tillögu frá Gunnari Gíslasyni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara koma til þess að lýsa yfir stuðningi við tillögu Gunnars Gíslasonar í þessu máli, þar sem að ég tel að við ættum að stíga mjög varlega til jarðar í þessu máli. Þetta er viðkvæmt og fjörðurinn er viðkvæmt lífríki og ég held að eldiskvíar sé ekki alveg það sem við viljum fá, allavega er það mín skoðun að við ættum allavega frekar að huga að eldi á landi. Það er framtíðin og eins eldi út á hafi, þannig að ég held að þó að færa allt á fullt í dag að þá væri ekkert að gerast hér fyrir eftir 8-9 ár. Við eigum helling inni ennþá víðast hvar. Ég held að sé bara eins og Gunnar kom inn á mjög vel að það er bara helmingur af því sem er búið að gefa leyfi fyrir verið að nýta og ég held að þetta byggja það upp fyrst. Áður en við farum að í kapphlaupum að úthluta hér einhverjum gæðum. Þannig að ég kem til með að styðja friðun fjarðarins. Takk. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórninu og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara svona til þess að gera þá grein fyrir mínu atkvæði í þessu. Eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Andra, þá stend ég með honum ásamt fleirum að þeirri bókun og fyrst og fremst vegna þess að ég tel of langt gengið að friðlýsa og bara skella í lás. Ég held að það sé ekki þörf á því. Ég deili hins vegar áhyggjum að við að fara varlega og við að vanda okkur í öllu ferlinu. Ég treysti því ennþá að heimamenn hafi eitthvað með það að segja hvað gerist í firðinum og ég treysti líka því að komi eitthvað í ljós sem ógnar lífríkinu eða náttúrunni, þá sé hún látin njóta vafans. Og ég held að þetta sé að mörguleyti atvinnugrein sem er spennandi og hún er það og það hafi komið fram í máli allar bæjarfulltrúa, hún er spennandi. Við eigum ekki að segja þvert nei við henni. Hver framtíðin verður vitum við ekki, en verður hún út á rúmsjó, þá er þetta akkurat þar að segja kvíar, eitthvað sem er svo vel afturkræft að það er engu til hægt að mínum mati. Þannig að ég treysti því að ferli verði faglegt og sé enga ástæða til þess að skella í lás við svona hugmyndum. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og við færum aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er allir að koma hér upp og gera grein fyrir atkvæði sínu. Þetta er að verða bara eins og í þinginu, en einhvað síðu þá er þetta mikilvægt hagsmunamál fyrir okkur að við gefum það skýr skilaboð hér það að fjörðurinn okkar er mikið lífríki í fjörðunum og við þurfum að vernda það og við erum með að gera það að mínum mati með báðum þessum bókunum. Ég vil bara taka undir með bæjarfulltrúa Höllu að ég vil samt ekki loka neinum dýrum í þessum efnum og til mikilvægt að við skoðum þetta og ég
Ég finnst svona kannski örla svolítið mikið hjá bæjarfulltrúa Sóli að hún treyst ekki yfirvöldum. Við erum hérna með stóran og mikinn fjörð, þetta er stærsti fjörður, hér býr, eins og ég segi, mesti mannfjöldi utan höfuðborgarsvæðisins við þennan fjörð og við hljótum að hafa eitthvað þessi mál að segja. Þannig ég trú ekki öðru þegar ef að menn taka þá umræðu að sjónarmið heimamanna komist inn í alla þá umræðu og ég tel mjög brýnt að það verði komið á skipulagi fyrir haf- og strandsvæði. Það sé ekki bara tengt laxeldi, heldur bara öllu og það þarf að taka það samtal og ég trúi því að við getum látið rödd okkar heyrast í því samtali. Bæjarfulltrúi Sóli bendi á eins og vankanta í þessu skipun þessa ráðs þessa ráðs og ég finnst það alveg réttmætt ábending en ég held að við hljótum að þurfa bara að eiga samtölu við stjórnvöldum það að við höfum meira þetta að segja, þar að segja rödd okkar sé tryggð í þessu umræðu. Hvort sem það snýr að laxeldi eða bara öllu því sem það snýr að skipulagi fjarðarins vegna þess að við erum hérna inn í þröngum firði og við sveitarfélögin hér allt í kringum fjörðin hljótum að hafa rétt á því að koma okkar málflutningi á framfæri beint við stjórnvöld í gegnum þetta apparat sem að skipulagið er. En ég heldur samt sem ára að við séum með þessu svona kannski jafnvel hvernig sem þetta fer hér og mennur að greiða hér atkvæði sitt á hvaða, þá held ég einhvað síður að fundurinn sé að senda skilaboð til stjórnvalda að við viljum þetta ekki að óbreyttu, það þurfum við að taka upp samtalið, aðri tala að friða alfarið en ég held að þetta gefur svona skilaboð til stjórnvalda að þau þurfa að koma að borðinu og ræða við okkur. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máls sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, en bara tvennt sem ég vil aðeins koma inn á hérna eftir þessar umræður. Það er annars vegar varðandi hversu afturkræfar sjókvíar eru. Það er alveg rétt, kvíarnar sjálfar eru fullkomlega afturkræfar en áhrif af völdum laxalúsa á bleikjustofna hérna í firðinum verða óafturkræfar ef illa fer. Og varðandi traust á yfirvöldum, þá langar mér bara til að segja að mér finnst pínulítið skondið að hlusta hérna á formann bæjarráðs og forseta bæjarstjórnar sem að hafa mjög oft í þessari pontu sem og annars staðar bölva því hvernig ríkisvaldið valtar yfir bæjarstjórn Akureyrar. Þannig að þetta er svona áhugavert og tilbreyting í þessu og ég mun kannski bara minna á þetta í einhverjum öðrum umræðum. Takk. Það var bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú að því að það var vitnað í mig hér áðan, þá langar mér nú aðeins til þess að koma inn í þessa umræðu því ég hef nú ágætis reynslu á henni. Síðan ég var bæjarstjóri í Vestur á Fjörðum, eins og margir vita og farið var ágætlega yfir hér áðan, hefur laxeldið haft mjög góð og jákvæð áhrif á samfélagin Vestur á Fjörðum. Og ég veit ekki hvernig þau væru í dag ef laxeldið nyti ekki við. Það er eins og mjög mikilvægt að það sé farið varlega og ég held að það skiptir miklu máli. Sveitarfélögin hafa nú ekki mjög mikið þessi mál að segja almennt, en það er mikilvægt að fara varlega eins og hefur verið rætt hér í dag í allri þessari uppbyggingu sem er mjög viðkvæm og það hafa verið mín orð til bæjarfulltrúa hingað til, að fara mjög varlega. Bæjarstjóri lokið máli sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætlaði nú að stál bæjarfulltrúi Sóli Björk af mig læknum en ég ætlaði nú svona bara aðeins að minna á það líka. Að hér á eftir verður flutt stefnuræða velferðarráðs. Þar verður meðal annars komið inn á mál þar sem við höfum átt í samskiptum við ríkið og samstarfi við ríkið og við erum komin í þá stöðu að vilja ekki þetta samstarf því við treystum ekki ríkinu, ríkisvaldinu, kerfinu til að standa við skuldbindingar sínar. Það er þess vegna dálítið skrítið að hlusta á þessi ræðuhöld hérna með hliðsjón
af þeim bókunum sem hafa verið gerða núna undanfarið í bæjarráði. Og þetta snýst ekki endilega þingmenn eða ráðherra, þetta snýst kerfið. Við höfum hingað til ekki geta státað af því að hafa komið standandi niður í einhverjum átökum við þau, bara því miður. Og þess vegna það bara graf alvarlegt mál ef við ætlum að fara að treysta á eitthvað sem ekkert, við höfum ekkert í hendina, bara ekkert. Þau verður bara afsakað. Þetta bara dálítið alvarlegt mál. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar líkt og aðrir bara að byrja að þakka bæjarfulltrúa Andra fyrir mjög fína yfirferð. Tókst bara ágætlega að vera hlutlaus og þangað til í lokin og eins hefur bara verið mjög áhugavert líka að hlusta á aðra bæjarfulltrúa tjá sig um þessi mál og augljóst að bæjarfulltrúar hafa lagt sig fram við að kynna sér máli. Ég sjálf er engin sérfræðingur í þessu en hef farið á nokkra fundi og kynningar og las mér einmitt líka til varðandi þessi mál og hef svona satt að segja bara verið á báðum áttum varðandi ákvörðun í þessu máli. Þetta stórt mál. Ég get alveg tekið undir orð bæjarfulltrúa Gunnars varðandi það. Þetta gríðarlega stórt og mikið hagsmunamál. Og ég held sé mjög mikilvægt að alveg sama hvort að við séum að bókum það að það eigi að friða fjörðinn eða að það eigi að leyfa þetta, fara alveg í báðar áttir, að þá sé mjög mikilvægt að við séum með góðan rökstuðning varðandi okkar ákvörðun. Að ef við viljum fara í friðun vegna ákveðna skilgreinda hagsmuna, til dæmis lífríkis, sem taldið þá vega þyngra en verðmætasköpunin sem verður til þá vegna fiskeldis og svo öfugt að þá séu góð rök fyrir því. Það búið að koma hérna á varðandi traust til stjórnvalda og ég held sé bara mjög mikilvægt að við sem bæjarfulltrúar sem ætlumst til þess að bæjarbúar treysti okkur sem yfirvalds hér í bænum, að við treystum þá líka ríkinu. Og ég í rauninni get ekki tekið undir þau orð bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar að ástæðan fyrir því að við séum að skila rekstri öldrunarheimila sé vegna þess að við treystum ekki ríkinu. Heldur einfaldlega vegna þess að við höfum látið reyna á það að fá aukið fjármagn til verkefnisins en höfum ekki fengið það sem við teljum að þurfi til og þar af leiðandi erum að skila því. Við sættum okkur ekki við það að fá ekki viðeigandi fjármagn. En þá kemur að því varðandi fiskeldið. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við förum fram á það að ýtrustu kröfu sé gætt. Og við stígum varlega til jarðar. Það verið að umhverfis- og auðlindaráðherra að fara í vinnslu við strandsvæðisskipulag. Fyrst á að vinna það fyrir Austfirði og Vestfirði og í bókun okkar kemur fram að við óskum eftir því að við verðum næst í röðinni. En það mikilvægt að fara með forsjá í svona málum. Ríkið sér burðarþolsmat og áhættumat fyrir sjókvíar og svo þurfa fyrirtæki sem sækjum leyfi líka að fara í umhverfismat. Og við verðum að treysta því að þetta ferli sé öruggt. Það sé verið að huga að öllum hagsmunum. Varðandi það að framtíðin fyrir sjókvíaeldi sé út á hafi, þá held ég að það væri frábær niðurstaða fyrir alla. Og ég skil málflutning allra bæjarfulltrúa hér, en tek undir og varðandi bókun okkar hérna áðan sem að við var lögð fram af bæjarfulltrúa Andra. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Slast umhverfin. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta eru mjög áhugaverðar umræður og ég get ekki undir að þetta ekki auðveld ákvörðun. Ég tek undir með þeim sem hafa komið upp og sagt það. En ég hef tekið þá afstöðu að taka undir bókunina sem að bæjarfulltrúi Gunnar lagði fram og fyrir því eru helst þær ástæður að ég tel að aðrir möguleikar hendi betur. Ég hef alls ekkert á móti fiskeldi, alls ekki, bara þannig að það komi skýrt fram og bara frábært hvað það hefur gert fyrir
atvinnulíf og búsetu á bæði fyrir austan og vestan. En frá því að þær ákvarðanir voru teknar þá hefur bara ýmislegt komið í ljós og ýmislegt sem bendir til þess að framtíðin verði út á hafi eins og hefur komið fram eða upp á landi. Og það sem mér finnst kannski að því að bæjarfulltrúi Ingibjörg kom hvort það sé bara lífeyrisríki sem við erum að setja í forgang versus verðmætasköpunin af fiskeldinu. Ég horfi ekki bara á það þannig því að það er líka aðrir þættir sem að við verðum líka að taka inn í. Við erum til dæmis hér með frekar mjóan, þröngan fjörð og hér erum við að gera út á ferðamanna business og mikið til í gegnum skemmtiferðaskip og svona mín tilfinning er að ásýnd fjarðarins muni breytast gríðarlega mikið við það að vera með sjókvíeldi hér í firðinum. Ég veit líka heldur ekki hvaða áhrif það að við séum að sigla þessum stóru skipum hefur til dæmis á sjókvíeldi. Það geti jafnvel ekki átt heima saman. En ég segi það, þetta var erfið ákvörðun en ég er bara komin á það niðurstöðu að okkur sé best borgið með því að friða fjörðinn. Við erum hér með ár sem við þurfum að vernda og þegar það eru margir sem segja að við séum ennþá í hættum eða að skaða lífríkið, þá finnst mér bara ekki vert að taka sénsinn. Þannig að ég mun taka undir bókun Gunnars Gíslasonar og þá bæði með lífríki í huga og aðrar atvinnugreinar sem að skapa verðmæti hér. Og bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokimálsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég var aðeins að bregðast við af því ég hafði hér orði að furðaði mig á því að bæjarfulltrúi Sóley skyldi ekki treysta stjórnvöldum og það fór svolítið fyrir brjóstið að þeim, en eðlilega kannski vegna þess að það hafa verið ýmislegt sem ég hef sagt hér varðandi það sem að þær skuldbindingar sem þar hafa verið þar sem við höfum talið okkur eiga rétt á fjármunum frá ríkinu þar sem að þeir hafa ekki staðið við sína samninga og gott dæmi sem Gunnar bæjarfulltrúi nefndi hér áðan var rekstur eldurheimilanna. Hins vegar er það þannig að það sem ég átti við að það á eftir að fara í strand og skipulagi hérna og haf og strandskipulagi við fjörðinn og það var það sem ég átti við að við verðum að treysta því að stjórnvöld vinni það faglega. Við erum hér fjölmennasti þéttbýliskjarni á landsbyggðinni og hér við fjörðinn býr flest fólk svona utan höfuðborgarsvæðisins og það hlýtur að vera að stjórnvöld hlusti á raddir okkar þegar kemur að því að vinna skipulag hér í firðinum. Við erum öll sammála því að lífríki hér er viðkvæmt og við erum með þröngan fjörð. Við erum í rauninni nokkurn veginn að bóka það sama, en bara með mismunandi áherslum. Annar hópurinn vill að hér verði fríðað, hinn vill að farið verði vallega. Þannig að við og tekið sér tillit til skoðana heimamanna, en við bjóðum þá öllum heimamönnum að borðinu. Hér sitjum við innst í firðinum Akureyringar og ætlum að svona koma með skilaboð til ríkisstjórnarinnar. Eitt er það að fríða, ég meina en hvað síðan menn gera með þessar bókanir okkar, ég veit það ekki, en hins vegar tel ég mikilvægt og held það að stjórnvöld muni horfa til bókana sem verða hér í dag að því leytinu til að menn fari vallega og þetta verði ekki gert nema að minnstakosti með því að eiga samtali við heimamenn, kannski verður það fríðað, en einhvað síður þá verði það eitthvað sem að stjórnvöld horfi til. Og ég vildi líka benda á að þetta heyrir undir þann ágæta ráðherra umhverfis- og auðlindamála sem hefur staðið sig afskaplega vel að mínum mati með ýmsa hluti og ég trú ekki að hann fari beint að þjösnast yfir okkur. Það er kannski, eins og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi, það er kannski helst að óttast embættismennina, en þegar við erum að tala raddir eða samfélag 26-28.000 íbúa, þá finnst mér að hljóti að vera að ríkið muni koma til með að hlusta á raddir okkar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin lokimálsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú að þakka fyrir hlý orð í garð umhverfisráðherra sem ég er sammála því að hafa gert virkilega góða hluti og
látið hendur standa fram úr ermum á þessu kjörtímabili sem að senn fer að ljúka og ég held að sé öllum ljóst að hafa strandsvæðaskipulag verður ekki unnið á þessu kjörtímabili fyrir fjörðin okkar. Og þó að við kannski jafnvel vonum öll heitt að við höldum þessum umhverfisráðherra áfram, þá er bara ekkert í hendi með það. Varðandi traust á stjórnsýslunni, þá vil ég segja að ég er alveg fullkomlega sammála því að það væri gott að bara segja, nú ætlum við bara að treysta. En ég ætla líka bara að segja að í þessu tilfelli þá erum eina ákvörðun að ræða. Það er að segja, við getum ekki bakkað út úr þessu þegar að, ef það kemur í ljós, að þetta er ekki unnið á okkar forsendum. Og þegar við erum með lögin, nýsamþykkt lög sem eru mjög skýr aðkomu heimamanna, að hún sé mjög takmörkuð og miðað við hvað stendur á spilinu, þú veist, hvað við erum að leggja undir, sem er lífríki fjarðarins, sem er eitthvað sem er gríðarlega dýrmætt. Þá ætla ég að segja bara að þetta er ekki hesturinn sem ég ætla að veðja á í þessari uppbyggingu trausts á stjórnkerfinu. Og en vill gjarnan gera það tilraunir þar sem minna stendur á spili. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokimáls sem ég ætla að biðja varaforstöðum að taka í stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú bara rétt aðeins að bregðast við þessu að því að hún nefndi bæði mig, forsetann og formann bæjarráðs að trausta á stjórnvöldum og ég er auðvitað og hef verið fyrst til þess að hafa hátt þegar maður er að ergja sig á stjórnvöldum sem maður er ekki að vinna með, það er að segja sveitastjórninni og í ýmsum málefnum og ekki hvað síst í hjúkrunarheimilismálum og þá erum við að tala fjármagn til verkefnisins. Og við okkur hefur vantar fjármagn í verkefni sem standa upp á ríkið. Og þar erum við fyrst og fremst að berjast. Þegar ég er að segja að ég treysti þessu, þá er ég að vonast til þess og ég get að þau einmitt standa þessu faglega, að það verði áhættumat, það verði tekið tillit til náttúrunnar. Ég held að það sé það sama hjá okkur öllum. Við höfum áhyggjur af því að einhvern veginn sé verði gengið á náttúruna eða eitthvað verði óefturkræft sem við erum ekki tilbúin í. En við erum hins vegar, ég er spennt fyrir nýjum atvinnuvegi og ég held að hann ætti alveg heima í Firði að því gefnu að sé hægt að koma í veg fyrir alla þessa áhættuþætti. Ef það gengur ekki, þá bara verður þetta ekki. En ég er einhvern veginn svona á því allavega ennþá að treysta. Ég held að ef við förum í að friða, þá verður ekki svo glatt farið tilbaka. Við höfum alveg séð það, þú veist, ef þú ert með eitthvað friðað, það er miklu erfiðar að koma því síðan í einhvern veginn í gagnið, komi í ljós að þetta verði á einhverju tímapunkti hægt, án þess að setja lífríki í hættu. Þannig að þess vegna vil ég ekki ganga svona langt. Ég vil fara varlega, ég held að það sé alveg bara morgunljóst, ég vil fara varlega, en ég held að þetta sé of langt gengið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi aftur stjórn fundarins. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér er svolítið sérstakt að hlusta á það að fólki finnist og trúi ekki öðru og hitt og þetta. Þegar það er búið að benda á það bæði í lögum, þá höfum við litla aðkoma að þessu. Einnig verðum við heiðurs aðnjótandi að fá okkar ágæta bæjarstjóra hérna upp og sagði að við kæmum lítið að þessu. Hefði við vilja heyra hann að tjá sig meira þetta mál. En ég skil ekki alveg af hverju eru svona hrætt við bara friða fjörðin. Þið eru búin að heyra það að við höfum litla aðkoma að þessu. Það er bara staðfest í lögum. Og af hverju eigum við þá að trúa einhverju öðru? Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Hanna Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka enn og aftur fyrir umræðuna. Ég held að samhljómurinn sé í rauninni meiri heldur en minni. En
auðvitað er það líka umhugsunarvert að við erum auðvitað hérna í botni fjarðarins og það eru fleiri sveitafélög hérna en við höfum náttúrulega rætt þetta á vettvangi bæði AFI og SSN og með þeim bókunum sem ég las upp áðan. En ég er mjög hugsi og með ekki síst það sem að stjórn sambandsins var að gagnrýna harðlega að sveitafélögin ættu enga aðkomu að þessu máli. Finnst mér algjörlega ótækt eða í rauninni að 2 fulltrúar, ef það eru fleiri sveitafélög heldur en 3, að þá séu bara 2 fulltrúar sveitafélag sem bara hafa einhverja aðkomu að málinu og geta í rauninni ekki myndað neitt stopp á málið á neinu stigi málsins. Að þá tel ég að náttúran eigi að njóta vafans og ég ætla að taka undir bókun Gunnars. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu, orðið er laust. Það sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðust, þá ber ég upp bókunna, fyrst bókun sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lagði hér fram. Hún hljóðar svo: Bæjarstjórn Akureyrarbæjar samþykkir að leggja til við sjávarútvegsráðherra að Eyjafjörður verði friðaður fyrir sjókvíaeldi, líkt og gert hefur verið með Húnaflóa, Skagafjörð, Skjálfanda, Þistilfjörð, Bakkaflóa, Vopnafjörð og Héraðsflóa. Bæjarstjórn telur að með þeirri ákvörðun verði meiri hagsmunum ekki fórnað fyrir minni en hvetur til uppbyggingar á fiskeldi á landi. Þeir sem geta tekið undir þessa eða samþykkt hana gefur merki. Það eru 7. Þá ber ég upp hina, eða þarf ég að segja hverjir á móti? Nei, hverjir á móti? Hverjir sitja hjá? Og það eru þá, já, hinir sitja hjá, 4 sem sitja hjá. Þá þarf ég að finna hina bókunina. Augnablik bara. Getur einhver sent mér hann hérna? Myndi. Já, ok. Flott, þá er hérna. Laxeldi í sjó hefur byggst hratt upp við Ísland á undanförnum árum og virðist ætlað að hasla sér völl sem mikilvæg atvinnugrein. Á hinn bóginn fylgja því ýmsar hættur fyrir villta náttúru og mögulegar árástra við aðrar atvinnugreinar. Því er nauðsynlegt að stíga varlega til jarðar og gaumgja af alla hliða málsins áður en ákvarðanir verða teknar fiskeldi á sjó í Eyjafirði. Við teljum það lykilatriði að samráð sé haft við sveitarfélög og íbúa í jafn umfangsmiklu máli og fiskeldi og teljum ótækt að slíkar ákvarðanir verði teknar í óþökk heimamanna. Í því sambandi skorum við á stjórnvöld að unnið verði strandsvæðaskipulag á öllum firðinum áður en lengra er haldið með aðkomu allra sveitarfélaga og engin leyfi verði veitt fyrir en slíkt skipulag liggur fyrir. Þessi geta samþykkt það gefur merki. Það eru 4, einhver á móti og 7 sitja hjá. Takk fyrir það. Þá er komið að 7. lið á dagskrá starfsáætlun og stefnuræða nefnda. Til máls tekur formaður velferðarráðs og bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Velferðarstefna Akureyrarbæjar grundvallast á 3 gildum: fagmennsku, virðingu og gagnsæi. Á þessum tímum sem við höfum verið að upplifa og sjáum ekki fyrir endan á, finnst mér þessi gildi hafa kristallast í öllum þeim störfum og í því starfsfólki sem heyrir undir velferðarráð. Mér finnst þrekvirki hafa verið unnið þar sem starfsfólk hefur aðlagað líf sitt að því starfi sem það sinnir og sett hagsmuni skjólstæðinga sinna framar sínum eigin. Fyrir þetta vil ég þakka og það er mín upplifun að íbúar Akureyrarbæjar búi við öflugt öryggisnet og þeir geti treyst á þegar á reynir og að starfsfólk hafi staðið þetta álagspróf upp á 10.
Velferðarráð vinnur samkvæmt velferðarstefnu Akureyrarbæjar og þeirri aðgerðaráætlun sem sviðin unnu út frá stefnunni. Ég mun gera grein fyrir hverju málaflokki fyrir sig sem heyra undir velferðarráð. Byrjum á fjölskyldusviðinu. Fjölskyldusvið veitir þjónustu samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga, barnaverndarlögum og lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Tekið á móti og unnið úr umsóknum fjárhagsaðstoð, veitt félagsleg ráðgjöf og unnið að því að tryggja börnum viðunandi uppeldisskilyrði. Úrræðum beitt til verndar einstökum börnum þegar þess þörf og í þeim tilgangi að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunar. Sérþjónusta við fatlaða felst í ráðgjöf við fatlaða og fjölskyldna þeirra, meðal annars í formi stuðningsviðtala og samhæfingar á þjónustu og fræðslu. Tekið á móti umsóknum stuðningsfjölskyldu fyrir fötluð börn og mat lagt á umönnunarþörf. Umsjón félagslegra íbúða Akureyrarbæjar falla undir fjölskyldusvið og þar tekið á móti umsóknum íbúðir og sérstakan húsnæðisstuðning. Varðandi félagsþjónustuna að þar veitt margvísleg félagsleg ráðgjöf og geta ástæðuna meðal annars verið vegna fötlunar, öldrunar, áfengis- og vímuefnavanda, fjárhagserfiðleika, heimilisleysis, sambúðarslita, málefna barna og ungmenna, atvinnuleysis, innflytjenda og flóttafólks. Markmið félagslegra ráðgjafar alltaf að styðja fólk til sjálfshjálpar. Ýmsum úrræðum beitt til að ná því markmiði svo sem fjárhagsaðstoð, leiguhúsnæði sveitarfélagsins og með sérstökum húsnæðisstuðningi. Félagsþjónustan tekur þátt í margs konar verkefnum og samstarfi þvert á stofnanir. Má þar nefna þátttöku í stofnun Bjarmahlíðar sem miðstöð fyrir þolendur ofbeldis en Bjarmahlíð leggur áherslu á þverfaglega samvinnu í þjónustu sinni við brotaþola. Einnig má nefna Aflið sem félagsþjónustan á í mjög góðu samstarfi við einstök mál. Og við víkjum þá fjárhagsaðstoðinni þar undir. Útgjöld til fjárhagsaðstoðar hækkuðu talsvert á milli áranna 2018 og 2019. Heildarútgjöldin voru rúmlega 153 milljónir á móti 119 árið 2018 sem 34 milljón króna hækkun. Viðtakendur fjárhagsaðstoðar voru einu fleiri eða 319 á móti 318 ári áður. Ástæða hækkunarinnar sú að við hækkuðum fjárhagsaðstoðina með breyttum reglum en það gekk í gegn í mars á síðasta ári. Hlutfall þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð 2019 undir 2% af íbúafjölda sveitarfélagsins sem óbreytt frá fyrra ári eða 1,68%. Eins og á síðasta ári voru einhleypir karlar stærsti hópurinn eða 36% en hlutfall einstæðra mæðra 28%. Yngsti aldurshópurinn undir 25 ára hefur oftast verið á bilinu 30–40% þeirra sem þetta þykja en á síðasta ári var hlutfalli 36%. Eftir 4 mánuði af yfirstandandi ári heldur fleiri sem hafa þurft á fjárhagsaðstoð að halda og útgjöldin hafa einnig vaxið lítilsháttar. Varðandi félagslegt leiguhúsnæði og sérstakan húsnæðisstuðning en Akureyrarbær leigir út 346 eignarhluta í félagslega leiguhúsnæðiskerfinu en inn í þeirri tölu sértækt húsnæði fyrir fatlað fólk. Félagslegt leiguhúsnæði ætlað einstaklingum og fjölskyldum sem hafa ekki kost á að afla sér húsnæðis með öðrum hætti. Biðlisti eftir félagslegu leiguhúsnæði en í lok síðasta árs voru 131 umsækjandi á biðlista og auk þess voru 25 að bíða eftir flutningi milli íbúða Akureyrarbæjar. Biðin lengst eftir 2 herbergja íbúð eða 4 ár. Á síðasta ári bárust 163 umsóknir sérstakan húsnæðisstuðning, af þeim voru 112 eða 69% samþykktar en 51 eða 31% var synjað. Útgjöld til þessa málaflokks á árinu voru rúmlega 81 milljón sem var hækkun rúmar 6 milljónir frá fyrra ári. Fjölskyldusvið var í samningaviðræðum við Hjálpræðisherinn að setja á fót áfangaheimili og átti það að vera staðsett í húsnæði Hjálpræðishersins við Hvannavelli. Á vormisserinu óskaði hins vegar herinn eftir því að segja sig frá verkefninu og báru við stórum fjárfestingum Hjálpræðishersins í Reykjavík miklum kostnaði við að breyta húsnæði sínu og auk þess að athugasemdir íbúa á svæðinu höfðu áhrif. Það því komið verkefni fyrir okkur að leysa og koma þessu máli aftur á rekspöl.
Góðu fréttirnar eru hins vegar að nú er búið að auglýsa hönnun og byggingu á 2 litlum einbýlishúsum og finna þeim stað og eru rými fyrir 2 viðbót og eykur það möguleika sviðsins að finna úrræði við hæfi fyrir þjónustuþega. Svo langar mig að segja frá úrræðinu sem heitir Askjan, en það er fjölskyldustuðningur sem veitir markvissa aðstoð til barnafjölskylda inn á heimili þeirra í formi fræðslu og ráðgjafar varðar uppeldi og heimilishald. Markhópurinn er foreldri sem eiga í erfiðleikum með uppeldislutverkið, ýmist vegna aðstæðna foreldranna sjálfa, erfiðleika hjá barninu eða umhverfisþátta. Þjónustan er fyrst og fremst í formi heimsókna inn á heimili og hefur mikil eftirspurn verið eftir þjónustunni. Virkmál voru alls 52 og af þeim var hafin vinna í 33 á árinu. Vinna lauk við 27 mál og voru 4 fjölskyldur á biðlista í lok árs. Lengd mála var að meðaltali 7,1 mánuður þar sem stysta máli tók 2 mánuði en það lengsta meira en 24 mánuði. Og þá ætla ég aðeins að tala barnaverndina. Á síðasta ári var tekið við 613 barnaverndartilkynningum sem töluverð fjölgun frá árinu þar á undan þegar 554 tilkynningar bárust. Þá voru alls 340 börn skráð til vinnslu hjá barnavernd á nýliðnu ári á móti 305 börnum árið 2018. Tilkynningum ofbeldi gagnvart börnum og áhættuhegðun barna fjölgaði milli ára þó flestar tilkynningar varði en vanrækslu foreldra gagnvart börnum og þá flest í flokki áfengis- og vímuefnavanda foreldra. Í lok síðasta árs voru 23 börn í varanlegu fóstri á vegum nefndarinnar sem aukning frá árinu á undan. Þá voru 11 börn í tímabundnu fóstri eða tímabundinni vistun á grunni 8. og 4. grein barnaverndarlaga í lok ársins. 6 ungmenni voru vistuð í neyðarvistun á Stuðlum á síðasta ári sem nokkur aukning frá síðasta ári og endurspeglar frá árinu 2018 og endurspeglar þá aukningu sem var í tilkynningum áhættuhegðun barna. Þá má geta þess að mikil aukning varð á útköllum á bakvakt barnaverndar á síðasta ári, sérstaklega þegar líða fór á árið sem staðfestir aukinn þunga í barnaverndarmálum. Á síðasta ári voru að ræða 86 útköll á bakvakt á móti 50 á árinu undan. Þá eru ótalin símtöl á bakvakt sem leysast á annan hátt með útköllum starfsmanns. Með vaxandi þunga í barnaverndarmálum hefur það verið sérstakt verkefni að styðja við og styrkja barnaverndarstarfið, meðal annars með ráðningu lögfræðings á sviðinu, en sú aðgerð hefur reynst afar vel. Þessi aukni þungi í barnaverndarmálum síðustu misseri kemur meðal annars fram í fleiri málum þar sem þarf að vista börn af heimilum sínum og fleiri málum sem fara fyrir dómstóla. Margvísleg samstarfsverkefni barnaverndar við aðra þjónustuaðila og stofnanir voru virk á síðasta ári eins og árinu á undan og má nefna sérstaklega nána samvinnu við lögregluna, sér í lagi í tengslum við ofbeldis- og bráðamál. Þá hefur faglegt samband við skóla verið gott og reglulegt og tengiliður hefur verið við hvern skóla og flesta leikskóla líka. Þá er góð samvinna við forvarna og frístundastarf í Rósenborg og unnið að ýmsum sameiginlegum verkefnum allt árið umkring. Þá er ómetanlegt samstarfi við skólaþjónustu og félagsþjónustuna. Mikilvægt er að nefna þróunarstarf sem hefur átt sér stað á árinu í samvinnu við verkefni Barnvænt samfélag. Hafist var handa við það á vordögum að vinna að fræðslupakka og hanna rafrænan tilkynningarhaf með það að markmið að auka meðvitund barna og ungmenna og möguleika að tilkynna sjálf til barnaverndar. Í því skyni var meðal annars unnið að gera barnavernd aðgengilegra á heimasíðu Akureyrarbæjar. Þá er unnið að gerð rafrænnar handbókar tilkynningarskylduna og hönnun tilkynningareiðublaðs. Þessu verkefni verður áframhaldi árið 2020 og markmið er að fara með kynningu til skólastjórnenda og nemenda í ákveðnum bekkjardeildum. Einnig er vert að geta þess að í tengslum við þá áætlun að þróa úrræði fyrir börn sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi var farið í að innleiða í barnavernd sérstaka gagnreynda samtalsmeðferð fyrir börn sem kallast Trappan. Fengið var sérstök kynning á úrræðinu og auk þess sem var farið í námsferð til Svíþjóðar þar sem starfsmenn fengu sérstaka þjálfun í beitingu aðferðarinnar hjá einum af höfundi tröppunar og verklagið sjálft og sérstakt viðtalsherbergi var tilbúið hér í bæ undir lok ársins. Útibú Barnahús var opnað 1. apríl 2019 með formlegum hætti.
Frá þeim tíma hafa öll könnunarviðtöl, skýrslutöku lögreglu og meðferðarviðtöl sérfræðinga barnahús fyrir börn og ungmenni á svæðinu farið fram á Akureyri en útibúinu ætlað að þjónusta allt Norðurland. Þannig var því markmiðið náð að færa þjónustuna við börn og ungmenni nær heimabyggð. Þessi þjónusta hefur má að segja staðist allar væntingar að mati starfsmanna barnaverndar og almenn ánægja með aðstöðuna enda búin fullkomnum tækjum og aðstöðu til viðtala og skýrslutöku við börn. Á síðasta ári, eða frá 1. apríl, fóru fram í útibúinu hátt í 100 meðferðarviðtöl, 2 könnunarviðtöl og 12 skýrslutökur fyrir dómi. Síðustu áramót flutti Alþjóðastofa til fjölskyldusviðs og víkur þá málinu að henni. Var svo ákvörðun tekin þar sem sífellt fjölgaði aðilum með erlent ríkisfang sem leitaði til sviðsins, auk þess að þjónusta skaraðist milli þessa tveggja stofnana. Flutningurinn hefur gengið vel og ávinningurinn af því að okkar mati að þjónustan betri og nýting á þekkingu starfsmanna hefur orðið meiri. Frá árinu 2015 hefur fjöldi fólks með erlent ríkisfang tvöfaldast eða frá 506 einstaklingum í desember 2015 í 1089 einstaklinga í desember 2019. Aðlögun flestra gengur vel og rannsóknir sem Háskólinn á Akureyri hefur gert sýnir að aðfluttir eru almennt ánægðir með búsetuna. Mikilvægt að fólk sem hefur ekki íslensku að móðurmáli hafi aðgang að helstu upplýsingum hvað varðar réttindi og skyldur í íslensku samfélagi. Hópurinn sem kemur úr erfiðustu aðstæðunum þarf þó meiri aðstoð að halda. Erfitt getur reynst að rata íslenska kerfið, læra tungumálið, venjur og siði. Sá hópur þarf því oft meiri leiðsögn og stuðning. Ekki síst þarf fólk oft að vinna úr erfiðum áföllum og þurfa því á sálfræði aðstoð að halda, sem lítt aðgengileg á öðrum tungumálum en íslensku. Ríkið í samstarfi við sveitarfélögin að vinna að samræmingu á móttöku fólks af erlendum uppruna, hvort heldur sem kvótaflóttafólk eða annarra og væntingar standa til þess að auðveldara verði í framhaldinu að veita fólki af erlendum uppruna nauðsynlegan stuðning. Undir hverju sviði ætla ég aðeins að segja svona COVID-fréttir og ætla ég að tala það fyrir fjölskyldusvið. Starfshópurinn á skrifstofu fjölskyldusviðs í Glerárgötu var tvískiptur frá 18. mars til þess að tryggja órofna þjónustu. Vinnustöðunum Plastiðinni Bjargi, Iðjulundi og Skógalundi var lokað fyrir notendum en starfsfólk Skógalundar sinnti notendum á heimilum þeirra. Bráðaþjónustu var sinnt svo sem í barnavernd og umsóknir afgreiddar félagslega hjálp. Áhyggjur voru á börnum í viðkvæmri stöðu og brugðust við með því að þétta samstarf allra þeirra aðila sem koma að þjónustu við þessi börn, svo sem fræðslusvið, samfélagssvið og fjölskyldusvið. Almannaheillanemnd var kölluð saman á ný og var það auðsótt mál því Akureyrarbær stofnaði til hennar árið 2008 þannig að verklagi var til en hugmyndin með Almannaheillanemnd að kortleggja ástandið, stilla saman strengi félaga og stofnana og til þess að nefna einhverja þá má nefna Vinnumálastofnun, stéttarfélögin, SÁA, Rauðakrossin, Þjóðkirkjuna og aðra sem koma að þessu samstarfi. Ég tel þessa vinnu mjög mikilvæga því með virku samtali ólíkra aðila fæðast góðar hugmyndir og við minnkum líkurnar á að fólk falli á milli kerfa. Tekin voru stór skref varðandi tækniþróun, bæði varðandi fjarfundi og eins var hugbúnaðurinn Caraconnect tekin í notkun en hann gerir sérfræðingum kleift að sinna viðtölum í gegnum netið á öruggan hátt. Svona þjónusta styttir auðvitað vegalengdir og með þessari þjónustu verða til dæmis Grímsey og Hrísey jafn nálagt og önnur hverfi Akureyrar. Ljóst að þessi tækni mun bæta þjónustuna og auka hagkvæmni þegar til lengri tíma litið. Þá ætla ég að tala búsetusvið. Búsetusvið hluti af félagsþjónustu Akureyrarbæjar og veitir íbúum bæjarins ýmiss konar búsetuþjónustu. Með búsetuþjónustu átt við þjónustu sem miðar að því að styðja við sjálfstæða búsetu fólks og eða skapa fólki aðstæður til að lifa sem eðlilegustu lífi á heimili sínu þrátt fyrir skerðingu á færni og breytingu á högum sem kunna að verða samfara hækkandi aldri, fötlun eða veikindum. Búsetusvið vinnur eftir
þættri hugmyndafræði en það er hugmyndafræði valdeflingu en hún miðar að því að efla getu einstaklingsins til að stjórna eigin lífi, taka sjálfstæðar ákvarðanir, nýta réttindi sín og öðlast þau lífsgæði sem eðlilegt þykja. Starfsfólk og notendur þjónustunnar vinna saman á jafningjagrunni. Starfsfólkið leggur áherslu á að skapa aðstæður fyrir notendur til að koma í framkvæmd eigin hugmyndum svo þeir fái notið sín sem best. Hugmyndafræði þjónustuleiðsögn sem byggir á einstaklingsmiðaðri nálgun, þar sem samskipti milli starfsfólks og notenda er þungamiðjan. Vinátta, umhyggja, tengsl og hvatning eru grundvallaratriði í samskiptum en skilyrst umbun og refsingar eru ekki viðurkenndar sem aðferð. Loks er áhersla á að nálgast einstaklingin með alúð, vináttu og umhyggju og hvetja hann til að setja sér markmið og veita aðstoð við að ná þeim. Þjónustu við afmarkaðan hóp einstaklinga sem eru heimilislausir eða líklegir til að missa húsnæði sitt vegna hegðunar sem tengist geð- og fíknivanda er unnið í anda hugmyndafræði skaðaminnkun og húsnæði fyrst. Lögð er áhersla á að tryggja einstaklingum öruggt húsnæði án þess að krefjast bindindis. Það er gert í þeim tilgangi að skapa aðstæður og hvata fyrir einstaklingin til að vinna með vanda sinn og draga úr heilsufars, félags- og efnahagslegum afleiðingum vímuefnaneyslunar. Veittur er stuðningur og ráðgjafi í samræmi við þarfir og vilja hvers og eins til að bæta félagslega stöðu og draga úr óæskilegri hegðun án skilyrða að hætta neyslunni. Búsetusvið Akureyrarbæjar veitir mjög fjölbreytta þjónustu, þar á meðal heimaþjónustu, heimsendan mat, félagslega liðveislu, búsetu með þjónustu, skammtímavistun fyrir fatlað fólk, skólavistun fatlaðra barna, ráðgjöfina heim, ráðgjöf iðjuþjálfa, gránufélagsteymi, lautina og notendastýrða persónulega þjónustu. Akureyrarbær rekur í dag 7 búsetukjarna fyrir fatlað fólk með þroskaskerðingar og 3 búsetukjarna fyrir geðfatlað fólk, 3 herbergjasambýli og þjónustar 1 í viðbót. Það er mikið ánægjuefni að segja frá því að í sumar verður nýr búsetukjarni tekinn í notkun við Klettaborgir. Aðeins til þess að við áttum okkur á helstu tölum fjölda einstaklinga sem fá þjónustu frá sviðinu, að þá var fjöldi þeirra sem er í búsetu með þjónustu 76 og biðlista voru 16 og allir voru á biðlista fyrir þjónustukjarna. Heimaþjónustan þjónustaði 921 einstakling eða 688 heimili. Ráðgjöfin heim er hluti af almennir félagslegri heimaþjónustu og er ætlað fullorðnum fötluðum einstaklingum í sjálfstæðri búsetu. Á síðasta ári fengu 36 einstaklingar þjónustu en 5 voru á biðlista. Gránufélagsteymi er þjónusta fyrir einstaklinga með tvíþætta greiningu og viðvarandi vímuefnavanda og er veitt þjónusta frá klukkan 10 til 20 alla daga vikunar. Á síðasta ári fengu 49 einstaklingar þjónustu frá teyminu. Á árinu 2019 tók Akureyrarbær við rekstri lautarinnar sem er athvarf fyrir geðfatlað fólk. Markmið starfseminnar er að rjúfa félagslega einangrun geðfatlaðra, draga úr endurinnlögnum á geðdeildir og skapa umhverfi þar sem ríkja gagnkvæmvirðing og traust og tillit tekið til hvers og eins. Nú er verið að þróa starfsemina enn frekar þannig að hún höfði til breiðari hóps, þá sérstaklega yngra fólks. Til að sinna öllum þessum fjölbreyttu verkefnum sem tilheyra sviðinu er unnið með velferðartækni til að bæta gæði þjónustunnar og er mikil vinna nú í gangi við að innleiða búnað sem heitir Memaxi í heimaþjónustu og í þjónustukjörnum. Bæði gagnvart starfsmannhópum en ekki síður að vinna með þeim einstaklingum sem þar búa. Memaxi auðveldar allt skipulag í kringum aðstoð og umönnun, bætir samskipti, rýfur einangrun og veitir þeim sem njóta langtíma aðstoðar nauðsynlegt öryggi og ró. Velferðartækni og nýsköpun í velferðarþjónustu er til þess fallin að einfalda og bæta þjónustu við íbúa og hef ég fulla trú að það sé hægt að sækja fram og styðja við okkar starfsfólk. Akureyrarbær í þessu sambandi má nefna að Akureyrarbær fékk styrk frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga til að gera úttekt á málaflokki fatlaðra en með því verður farið yfir rekstur málaflokksins og hvað megi betur fara. Jöfnunarsjóði leiðrétti sér með. Þá aðeins COVID-fréttir frá búsetusviðinu að
Starfsmenn hafa allir sem einn staðið sig ótrúlega vel, sýnt sveigjanleika og þolgæði. Sviðið var vel undirbúið og allt gekk eins vel og raun betur en hægt var að ímynda sér. Þjónustukjarnarnir komu vel út úr COVID-19 nema að þar hefur fólk lítið farið út en það stendur nú til bóta. Engin veikindi komu upp og engin sóttkví hjá íbúum sem mikið gleðiefni. Þegar á heildina litið í þessu ástandi tókst vel að halda upp þjónustu en þó þurfti að skerða þjónustuna hjá ákveðnum hópi fólks. Í þessum málaflokki stöndum við frammi fyrir áskorunum sem vert að minnast á. Áskorun fyrir okkur í pólitíkinni í samskiptum við ríkið, eins og búið að koma aðeins inn á áður en þessi ræða hófst, hönnun og bygging á nýjum þjónustukjarna fyrir öryggisvistun, en það þjónusta sem við sinnum í samstarfi við ríkissjóð. Eins höfum við verið að huga að samtölum við ríkið heimahjúkrun og mögulega hvort hún ætti heima hjá Akureyrarbæ, með það fyrir augum að það séu færri starfsmenn sem sinna hverjum einum og gera þjónustuna markvissari og betri fyrir þjónustunotendur. Jafnframt þarf að skoða heimaþjónustuna en breytingar á lögum félagsþjónustu sveitarfélaga gera það nauðsynlegt að stokka upp í heimaþjónustunni og félagslegu liðveislunni. Þjónustan hefur einnig verið að breytast, fólk lengur heima og þarf meiri þjónustu en áður. Þjónustan auk þess nú fjölbreyttari og meiri þörf á faglegu starfi. Víkur þá umræðinu að öldrunarheimilum Akureyrar. Öldrunarheimili Akureyrar hluti af velferðarþjónustu Akureyrarbæjar og veita íbúum ýmiss konar þjónustu og ráðgjöf á sviði öldrunarþjónustu. Á ÖA eru starfrækt hjúkrunar- og dvalarrými fyrir aldraða og aðra einstaklinga sem hafa viðurkennt mat á þörf. Þar eru almenn og sértæk rými í dagþjálfun fyrir aldraða og einstaklinga með heilabilun. Auk aldraðra Akureyringa eiga aldraðir íbúar nágrannasveitarfélaganna kost á þjónustu á öldrunarheimilunum samkvæmt sérstökum samningi við nágrannasveitarfélögin. Öldrunarheimilin starfa á vettvangi hugmyndafræði EDEN og þjónandi leiðsagnar með áherslu á eflingu og stuðning til sjálfsbjargar og sjálfstæða íbúa og notenda þjónustunar. Framtíðarsýn ÖA að vera leiðandi í hjúkrunar- og öldrunarþjónustu á Íslandi þar sem öll umönnun almenn sem sérfræði byggir á fræðilegum grunni. Þannig sé á hverjum tíma veitt heildstæð hjúkrunar- og öldrunarþjónusta sem stuðla að auknum lífsgæðum íbúa og annarra þjónustuþega. ÖA rekin af Akureyrarbæ samkvæmt sérstökum samningi við heilbrigðis- og velferðarráðuneytið og starfa á grundvelli laga og kröfulýsinga og stefnumiða þjónustu við aldraða. Velferðarráð Akureyrarbæjar hefur yfirumsjón með rekstri öldrunarheimilanna fyrir hönd bæjarins. Á öldrunarheimilum Akureyrar nú starfrækt 173 hjúkrunarrými og 8 dvalarheimilisrými. Af 173 hjúkrunarrýmum 3 þeirra skráð sem geðrými á hjúkrunarheimili en þau hafa verið starfrækt síðan 2018. Undangengin ár hefur ÖA verið að fækka dvalarrýmum og fjölga hjúkrunarrýmum. Af áðurnefndum 173 hjúkrunarrýmum hafa 17 verið nýtt til tímabundinnar dvalar. Á öldrunarheimilum Akureyrar hefur nýsköpunar- og þróunarverkefnið sveigjanlega dagþjálfun verið starfrækt síðan í febrúar 2019. Niðurstaða verkefnisins að sveigjanlega dagþjálfunin hefur aukið fjölbreytni í þjónustu við eldra fólk á Akureyri og í takti við þá stefnumörkun stjórnvalda fjölbreytt úrræði með áherslu á forvarnir og persónumiðaða þjónustu. Þessi þjónusta gríðarlega mikilvæg til að mæta þeim áskorunum í heilbrigðisþjónustu og samfélaginu með hækkandi hlutfalli aldraðra og ólíkum þörfum einstaklinga. Árið 2019 voru 14% Íslendinga 65 ára og eldri. Gert ráð fyrir að árið 2050 verði 25% Íslendinga 65 ára og eldri. Árið 2019 voru 66 einstaklingar sem nýttu sér sveigjanlega dagþjálfun. Þessir einstaklingar voru í þeirri stöðu að þurfa stuðning í daglegu lífi. Flestir þáðu þjónustuna á dagvinnutíma en þeir sem glíma við heilabilun notuðu frekar sveigjanlega þjónustutíma. Eftir fyrsta áfangamat á þessari þjónustu að þá fyrir það fyrsta upplifa notendur meiri vellíðan sálfélagslega og líkamlega. Aðstandendur upplifa marktækar breytingar á atgerfi og líðan notenda og svona mætti lengi telja.
Samfélagslegur ávinningur sem birtist í áfangamatinu að breyta óvirkum þjónustutíma í virkan, auka lífsgæði notenda og fjölskyldna þeirra með stuðningi til búsetu heima. Að þessu sögðu verður að hrósa starfsfólki ÖA fyrir þetta verkefni sem og það starf sem þar unnið, kraftur, fagmennska, nýsköpun og sveigjanleiki einkennir starfið og það til fyrirmyndar. Annað verkefni sem vert að nefna styðjandi samfélag, en Akureyrarbær fyrsta sveitarfélagið á Íslandi til að hefja vegferð í átt að samfélagi sem vinveitt og meðvitað þarfir einstaklinga með heilabilun og aðstandendur þeirra. Það verkefni sem hefur verið í undirbúningi frá árinu 2018 og gríðarlega mikilvægt því tölur sýna að 5.000 Íslendingar glíma við heilabilun. Á þessu ári verður farið í að uppfræða vinnustaði sjúkdóminn og hvernig við verðum styðjandi samfélag og má þar nefna að þeir sem fá fræðslu heilbrigðisstarfsfólk, sjúkraflutningafólk, lögregla, starfsfólk í verslunum, sundlaugum, söfnum og hef ég fulla trú á að fleiri stofnanir óski eftir viðlíka fræðslu. Samkvæmt aðgerðaráætlun heilbrigðisráðuneytis á hvert heilbrigðisumdæmi að vera með heilabilunaráðgjafa og það bara ánægjuefni að segja frá því að á öldrunarheimilunum hefur verið starfandi heilabilunaráðgjafi síðan 2018 sem hefur sinnt sérstaklega málefnum einstaklinga með heilabilun og aðstandenda þeirra. Það hins vegar alveg ljóst að við stöndum á tímamótum þegar kemur að öldrunarheimilum Akureyrarbæjar. Bæjarstjórn einhuga að óska eftir því við ríkisvaldið að það taki yfir rekstur ÖA og auk þess við í samningum við ríkisvaldið byggingu á nýju hjúkrunarheimili við Lögmannshlíð. Og það má kannski bara geta þess að innan sambandsins sveitarfélög sammála okkur í þessum efnum að ríkið eigi að taka yfir þennan rekstur almennt. Uppbygging á nýju hjúkrunarheimili lykilþáttur í þeirri heildaráætlun sem þarf til þess að geta farið í endurbætur á Hlíð. Þannig að þetta skiptir talsverðu máli. Til viðbótar við þessi stóru mál og veit ég ekki hvort þau hafa áhrif á hvort annað, en það viðræður að sameina og samþætta heimahjúkrun við Akureyrarbæ með það fyrir augum að gera þjónustuna enn notendamiðaðri með áherslu á samvinnu og samþættingu og gera þjónustuna heildræna. Og aðeins að segja frá hvernig COVID hefur leikið öldrunarheimilin, en aðgerðir vegna COVID-19 hafa gengið vel. Skjaldborg var slegin íbúa heimilisins af aðstandendum og starfsfólki og hefur ekkert smitt greinst á ÖA. Dagþjálfunin var aðlöguð samkvæmt leiðbeiningum frá almannavörnum, miklar varúðarráðstafanir voru gerðar auk heimsóknarbannsins. Allur samgangur á milli heimila var lokaður, starfsfólk var í einkennisfatnaði, starfsemi, iðju og félagsstarfs var færð inn á heimilin, tímabundin dvöl var lokuð, en til öryggis var opnuð sóttvarnadeild fyrir íbúa sem smittast af COVID-19 en hana þurfti ekki að nota. Segja má að íbúar hafi verið og í sóttkví þar sem þeir fara ekki út á heimilinu sínu nema þá rétt út á svalir og umgangast einungis sína sambýlinga og starfsfólk á sínu heimili, en þetta stendur vonandi allt til bóta eftir því sem við náum betri tökum og skilning á þessu viðfangsefni. Það með fagmennsku og miklum sveigjanleika og samstilltu átaki starfsfólksins sem hefur tekist að vernda íbúana á öldrunarheimilum Akureyrar. Starfsfólkið hefur brugðist við af mikilli óeigingirni og einfalda líf sitt mjög, stundað vinnu og haft lítil samskipti utan vinnu, hvort sem við ættingja, vini eða vinnufélaga. Það hefur því mikið reynt á alla að vera í þessum aðstæðum, en jákvæðni og lausnamiðuð hugsun hjálpar að gera daginn bærilega þarna. Íbúarnir hafa sýnt mikla þolinmæði og tekist á við aðstæður og stóískri ró og aðstandendur hafa sýnt mikinn skilning og verið duglegir að vera í sambandi við sitt fólk eftir ýmsum leiðum. Svo ég fari nú að ljúka þessu. Ljóst að miklar áskoranir eru framundan hjá opinberum aðilum við að tryggja velferð allra. Sú kreppa sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir mun þýða að það nauðsynlegt að standa vörð þjónustu við viðkvæma hópa og fleiri munu þurfa á aðstoð velferðarkerfisins að halda en áður. Þannig afar mikilvægt að við sem stöndum að Akureyrarbæ
að við treystum stoðir velferðarþjónustu og séum reiðubúin til að sinna þeim störfum sem upp kunna að koma. Almennt mikilvægt að þjónustan sé eðli sínu útleitandi og fyrirbyggjandi en ekki einungis að við séum að slökkva elda eins og stundum vil brenna við bara svona almennt. Samþætting þjónustu fyrir aldraðra stórt samfélagslegt málefni, bæði að þjónusta einstaklingin út frá persónumiðuðum þörfum og þeim úrræðum sem í boði. Mikilvægt að ekki sé verið að ýta þjónustuþega á milli þjónustuveitenda og fari jafnvel í dýrari þjónustuúrræði en þörf á. Því mikilvægt að samþætta þjónustu, nýta tíma og fjármagn á ábyrgan hátt. Á 5 sviðum Akureyrarbæjar, þar með talið búsetusviði og fjölskyldusviði og öldrunarheimilum Akureyrar, hefur síðustu mánuði verið unnið undir handleiðslu ráðgjafa að skilgreina þjónustuna út frá sjónarhorni notandans. Markmið með þessari vinnu að gera góða þjónustu enn betri, auka skilvirkni og nýta möguleika stafrænnar þróunar. Áframhald verður á þessari vinnu og það von mín að samþætt þverfagleg vinna með einföldu þjónustuferli, þar sem notandinn hafður að leiðarljósi, verði loka aðvörðin og að til verði eitt velferðarsvið, þar sem fjölskyldusvið og búsetusvið sameinast undir einn hatt. Ég hef stiklað á stóru í ræðu þessari varðandi verkefni og áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Mig langar hins vegar að þakka félögum mínum í velferðarráði, Gunnfríði, Hermanni, Láru, Róbertu og Sigrúnu fyrir gott samstarf og samvinnu. Ég bara óendanlega stoltur af því starfsfólki sem þar starfar og heyra undir velferðarráð og mig langar að þakka sérstaklega sviðsstjóra búsetusviðs og fjölskyldusviðs og framkvæmdastjóra öldrunarheimila Akureyrar fyrir samstarfi á þessu ári sem ég hef setið í velferðarráði. Takk fyrir. Þá bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir þessa yfirferð. En ég ætla nú að nefna það í upphafi að ég hefði gjarnan viljað sjá meiri framtíðarsýn í þessari stefnuræðu heldur en birtist allavega mér. Og þetta mjög góð stöðuskýrsla og fer vel yfir sviðið eins og það og hefur verið undanfarna daga. En það væri mjög fróðlegt að taka smá umræðu framhaldið. Hvað framundan? Það að vísu í að ýmsu í þessari skýrslu og mér langar til að nefna hérna nokkur atriði. Í fyrsta lagi vil ég taka fram og þekki það af samstarfi mínu við fólk á þessu sviði að sviði sjálft, búsetusviðið og fjölskyldusviðið búa mjög hæfu starfsfólki sem að gera mjög flotta og góða hluti. Og það mörg dæmi það eins og þjónandi leiðsögn, vinnan í Housing First, Eden-stefnan og fleiri atriði sem að geta nefnt í þessu sambandi sem stendur upp úr og horft til hingað og bara frábært. En það nokkur mál sem ég langar að nefna hérna og kannski fá bara svör við eða frekar umræðum. Í fyrsta lagi langar mig til að nefna hérna úrræði sem kalla Ungfrú Ragnheiður. Og ég skaðaminnkandi aðferðafræði sem að Rauði krossinn hefur verið með í gangi og þau sóttu styrk til bæjarins sem að mig minnir að velferðarráð hafi ekki getað orðið við, sem að mig langar til að kannski að fá smá skýringar á. Nú liggur fyrir að það verið búið að kaupa bíl, það verið innréttaður bíl og þessi bíl verður færður Rauða krossinum til afnota og eignar, vonandi mjög fljótlega sem að verði nýttur með Ungfrú Ragnheiði. En þetta til dæmis verkefni sem hlýtur að skipta okkur í bænum miklu máli. Og mér langar þess að vita bara hvernig ætlar velferðarráð að horfa til þessara þjónustu, því að mér finnst við ekki geta bara lagt þetta í hendurnar Rauða krossinum bara svona þess að koma þarna eitthvað til móts við þetta, vegna þess að þetta hefur verulega áhrif á ímynd bæjarins.
og þjónustu í bænum. Og þá sko í framhaldinu velti ég fyrir mér og væri gaman að vita, er einhver stefna varðandi styrkveitingar í velferðarráð? Kemur einhver stað fram svona sýn á það hvaða verkefni, hvers konar verkefni og verkefni til hvers eru styrkt? Því að sko það er kannski aldrei gott að hafa ekki einhverja sýn á það svona heilt yfir. Það er komið aðeins inn á barnaverndarmáli. Og það er náttúrulega grafalvarleg staða finnst mér sem verið að lýsa þarna. Það er fjölgun mála, þau eru mörguleyti þyngri, þau eru erfiðari, það eru fjölgun úrræða sem snúa þá að því að vista á stöðlum sem er náttúrulega neyðarúrræði. Og ef að þeim úrræðum er að fjölga þá er neyðin að verða stærri, þannig að við þurfum þá kannski að velta því fyrir okkur hvað ætlum við að gera til þess að bregðast við þessari stöðu. Ég hef stundum sagt að mér finnst skorta á rétt barnsins. Mér finnst til dæmis réttur foreldra orðinn allt of mikill. Við erum komin einhvern veginn á þá hlið að réttur foreldra er algjör versus það þegar að börn voru tekin bara foreldrunum að þeim forspurðum nánast og flutt hér á Breiðuvík og fleiri staði og öll þekkjum við þá sögu sem var afar slæm. Og verður vonandi aldrei þannig aftur. En er réttur barna yfir höfuð virtur? Eru við að fara allt og seint inn í mál og eru lögin og lagasetningin og lagaumhverfi í kringu barnaverndarmálum bara þannig að við séum komin á þann stað að við náum ekki að bjarga börnum út frá aðstæðum eða að skapa aðstæði fyrir börn þannig að þau verði ekki fyrir skaða af því þetta tekur alltaf langan tíma. Nú er barnamálaráðherra í mjög mikilli vinnu við að samhæfa þjónustu við börn og þá að samhæfa þjónustu ríkis sveitarfélaga og kerfana allra til þess meðal annars að draga úr þessum gráu svæðum þar sem að enginn virðist bera ábyrgð. Þetta er gríðarlega mikilvæg vinna og ég bara fagna því að hún sé að fara fram. Og ég vonast til að við förum að sjá eitthvað gerast þar á næstu bara vikum og mánuðum. Því það liggur mikið á, alveg augljóslega, miðað við þá stöðu sem er að skapast. Og nú er samkvæmt því sem að þarna kemur fram og hefur komið fram á fundum með okkur, það hefur ekki verið, þá er þessi fjölgun barnaverndarmála, hún hefur allavega ekki verið að koma upp vegna COVID, allavega ekki ennþá, en það getur vel verið að það breytist núna, við eigum eftir að sjá það. Vegna þess að það var þó nokkuð að börnin sem fór út úr skólanum og skólarnir náðu svo ekki til á meðan að þetta ástand varði til 4. maí. Þá langar mig til að nefna líka það að við höfum oft rætt og það hefur verið margrætt hérna og ég man eftir umræðum þetta bara frá því fyrir 15 árum eða svo, hefur örugglega, ég vissum að Guðrún Sigurðar þekkir þá sögu ennþá lengra aftur og jafnvel Karolína líka, þetta með fjölskylduhúsið. Þetta úrræði sem við erum búin að ræða hérna nokkru sinnum og hefur komið ítrekað fram á fundum velferðarráðs og hjá sérfræðingum barnaverndar að sé mjög mikilvægt að hafa hérna í bænum til þess að eiga skjól fyrir börn. En það hefur ekki orðið að veruleika ennþá vegna þess að við virðumst aldrei komast yfir en að þröskuld sem snýr að rekstrarkostnaði. Og ég velti það fyrir mér sko að því að við erum búin að taka þessu umræðu áður. Það eru mörg dæmi það að þessi aðstaða geti sparað verulega fjármuni annar staðar. Og við verðum stundum, held ég, bara að taka af skarið eins og við erum í raun að gera núna í þessu ástandi sem heitir COVID, að taka ákvörðun að skuldsetja bæinn eitthvað ekstra núna til að takast á við verkefni. Við getum líka bara hreinlega bara sest niður og sagt, ok, við þurfum að koma fjölskylduhúsi. Við þurfum að hafa eitthvað skjól, en í staðinn þá bara förum við eitthvað annað og sækjum hennar pening. Það er fullt af atriðum sem við getum lagt til hliðar rétt á meðan við erum að byggja svona þjónustu upp. Og þetta er spurningum forgangsröðun. Og þess vegna spyr ég núna,
hvar umræðan og vinnan þetta? Nú nýbúið að taka dæmi að þetta úrræði hefði geta hentað mjög vel í ákveðnu máli sem hefur verið hérna í gangi. Þannig að ég bara spyr, erum við eitthvað að gera í þessu máli? Ætlum við að gera eitthvað í þessu máli? Eitthvað að vera að ræða þetta í velferðarráði? Þannig að við fáum enn og aftur einhverja hugmyndir og tillögur inn á borð bæjarráðs eða meirihlutans og getum þá farið að taka á þessu máli. Því að það líka annað sem við þurfum að huga að í þessu og það það að við erum með töluvert af börnum, ég vil nú ekki segja töluvert, við erum með of mörg börn sem eiga við geðræna vanda að stríða, eiga við verulegan vanda að stríða sem eru ekki í réttum úrræðum, inn í skólunum og þar verið að takast á við að reyna að þjónusta þessi börn sem heilbrigðiskerfið ætti að vera að sinna. Það bara ætti að vera að sinna. Og það bara eitt af því sem við þurfum að taka á, því þetta eitt af þeim málum sem ég held að valdi mestu álagi inn í grunnskólakerfinu og jafnvel leikskólakerfinu líka. Af því að við erum ekki að finna rétt úrræði. Og það ekki bara á okkar herðum, það líka á herðum ríkisins. Svo langar mér aðeins til að nefna hérna varðandi heimahjúkrunina sem kom fram í ræðu bæjarfulltrúa Heimis að væri verið að skoða hvort það væri ekki hægt að ná meiri samfellu og samleið út úr með öðrum annarri þjónustu Akureyrarbæjar. Ég ætla bara að spyrja, þá verið að velta því fyrir sér að Akureyrarbær taki þessa þjónustu yfir með samningi við ríkið til þess að gera þetta, eða erum við að tala það að það eigi að leita leiða til þess að efla samstarf við HSN þannig að það verði til meiri samleið í þessu kerfi. Ég held að það væri algjört glapræði að hálfu Akureyrarbæjar að ætla að fara að taka þetta yfir aftur. Það alveg augljóst að þessi þjónusta á eftir að vaxa mjög mikið og hún á eftir að þyngjast. Vegna þess að við erum alltaf að taka fólk seinna og seinna inn á öldrunarheimilum. Þannig ég bara spyr. Svo varðandi alþjóðastofu sem komin á þjónustu fjölskyldusviðs eða á það svið. Nú var samþykkt hérna á aðalfundi Eyþings fyrir sennilega 2 árum frekar en 3 fjölmenningastefna Eyþings. Fjölmenningastefna Eyþings átti að vera svona fordæmi fyrir sveitarfélögin til að taka upp til sín og vinna stefnu og vinna síðan út frá henni. Þetta var ekki hugsað þannig að fjölmenningastefna Eyþings væri þar með bara orðin að stefnu bæjarfélagana, sveitarfélagin í Eyþingi. Því að bæjarstjórnir og sveitarstjórnir í Eyþingi þurfa náttúrulega að taka svona stefnu þá annarkvort að gera hana sinni með formlegum hætti eða ekki, eða að taka eitthvað úr henni og nýtt úr henni. Og það kom fram hérna á fundi þegar við vorum að skoða hver staða innflytjenda væri daginn og áttum þá fund með þeim starfsmönnum alþjóðastofu að það væri töluverð ásókn í þjónustu þeirra frá öðrum sveitarfélögum og þá finnst mér að við þurfum kannski aðeins að skoða það tvennt í þessu. Eigum við þá að gera samning við önnur sveitarfélög samning þjónustu alþjóðastofu sem staðsettin á Akureyri og við rekum eða sem að ég held að sem síðri kostur en ég ætla samt að nefna að þessi starfsemi verði hér eftir á vegum SSNE og þá ábyrgð allra sveitarfélaga. Ég held að það sé alveg full ástæða til að velta því upp því að þetta þjónusta sem að ég veit að mjög snúin fyrir minni sveitarfélög og það bara eðlilegt að aðilar leiti þá til þeirra sem hafa þekkingu og reynslu á sviði. Ég ætla að skilja, mér finnst þetta eru stórar spurningar sem mér finnst ég vera að spyrja
og ég vil endilega fá viðbrögð við þeim ef að til eru svör við einhverjum af þessi spurningum. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máls sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú byrja á því að þakka formanni velferðarráðs fyrir ágæta yfirferð yfir stöðumála og kannski byrja á því að segja mig, ég ætlaði nú að koma með þessa spurningu líka fjölskylduhús, fjölskylduheimili. Hver sé afstaða meirihlutans til þess úrræðis sem hefur verið rætt oftar en einu sinni og oftar en tvisvar inn í velferðarráði, en einhvern veginn virðist ekki, svona allavega sýnist mann ekki vera neitt gangur í því og eins og bæjarfulltrúi Gunnar bent á hefur og auðvitað þarf að meta bara út frá kostnaði og hvernig slíkt úrræði sparar kostnað annar staðar og þess aftar og við höfum nýlegt ágætisdæmi það hvernig það geti litið út, þannig að hvort að það er í skoðun og hver sé staðan á málinu. Síðan er annað sem ég langaði til að aðeins að koma inn á sem er félagslegt húsnæði og uppbygginga áætlun varandi það vegna þess að við erum búin að vera með þá stöðu allavega síðan að ég byrjaði í pólitík að reikna með því að biðlisti eftir félagslegu húsnæði sé upp í það bil 4 ár og sjálfri finnst mér það bara mjög slæmt og ekki ásættanlegt og myndi vilja sjá einhverja áætlun varðandi það hvernig við ætlum að breyta því. Það er gríðarlega mikið rætt í svona umræðinu kjör fólks, bæði öryrkja, aldraðra og þeirra sem lág laun hafa að hversu hár húsnæðiskostnaðurinn er og hversu stór hluti það getur verið af þeim fjármunum sem að fólk sem að hefur svona verst kjörin hefur úr að spila og mér finnst bara mjög mikilvægt að við gerum eitthvað með það og ég vil gjarnan heyra frá meirihlutanum stefnuna í því máli og en svo auðvitað eins og margir hafa oft sagt þá verður þetta náttúrulega meira stöðuskýrsla en kannski endilega stefnuræða en við eigum gríðarlega góða aðgerðaáætlun sem að tengdist velferðarstefnunni sem var samþykkt fyrir nokkrum árum og mér finnst bara mikilvægt að við förum yfir þessa aðgerðaáætlun á vettvangi bæjarstjórnar. Kannski verður fundurinn allt og langur ef ég bið formann að fara hér og nú yfir aðgerðaáætlunina. Þannig ég ætla nú svona, ég ætla að segja, ég er til í það ef þið eru til í það að fara bara yfir hana snöggvast. Ef ekki að þá langar mig til þess að biðja að svo aðgerðaáætlun verði bara til umræðu fyrir sumarfrí. Þetta er bara bón sem að ég legg fram hérna. Takk. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Hilda Jana. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bæjarfulltrúa Heimi Haraldsyni kærlega fyrir ákaflega góða yfirferð í stöðu mála á velferðarsviðinu og stefnuræðu. Mér finnst ótrúlega margt hafa verið gerst á þessu sviði og kannski svona fyrir eitthvað sem kemur utanaðkomandi inn í þetta batteri þá er ég líka svo heilluð af fagmennsku starfsfólks á velferðarsviði
og sýn og ég verð þó að það sé þannig að við getum alltaf gert betur og eigum að halda áfram að gera betur, að þá ég líka ákaflega þakklátt fyrir að búa í samfélagi eins og við búum í, með þeim netum sem að grípa okkur þegar við þurfum á því að halda. Ég ákaflega ánægð með það sem hefur áunnist til að mynda með heilabilunaráðgjafa og þessu styðjandi samfélagi sem ég held að sé ákaflega mikilvægt og mikilvægt ekki síst bara í formi fræðslu, því að það nú stundu talað að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn, en það þarf líka bara heilt þorp til að annast hvort annað undir ólíkum kringumstæðum og þá þarf oft líka þekkingu og vitneskju og ég held að þetta sé mun verðmætara og mikilvægara verkefni kannski heldur en að við áttum okkur á. Ég líka ákaflega þakklát fyrir Bjarmahlíð og barnahús sem að hafa nýverið tekið til starfa og skipta mínum mati töluverðu máli og og einmitt aðgerðaáætlun velferðarstefnu sem ég held að sé mjög svona bara alveg þess virði að fara yfir stöðuna áni vegna þess að hún einmitt leiðarljósið inn í framtíðina, hvernig okkur tekst að tikka í þau box sem að þar koma fram. Það líka, ég hef stundum hugsi sárafátækt, það var nú ákaflega áhugaverð umræða rétt fyrir COVID sárafátækt og og ég svo hugsi yfir þessu í rauninni í öllu stóra samhenginu af því að mér finnst mín upplifun svo að fátækt og sárafátækt sé ólík. Þegar ég var ung kona og einstæð móðir þá upplifði ég það að vera brjálæðislega blönk og eiga ekki alltaf fyrir mat og eiga ekki alltaf fyrir nauðsynjum en ég átti fjölskyldu sem að greip mig alltaf, sem gerði það að verkum að ég varð aldrei sárafátæk. Af því að ég átti fólk sem að gaf mér að borða eða reddaði síðustu greiðsluseðlunum eða yfirdrættinum ef ég var í vandræðum eða bauð mér í mat eða studdi mig í uppeldinu og annað. Og mér finnst það svo gríðarlegu munur á aðstöðu minni og annara sem eru með nákvæmlega sama launatekka og ég var með á þeim tíma. Þannig að það sem að ég hef oft velt fyrir mér hvort við þurfum með einhverjum hætti að skoða kerfið okkar með þessum gleraugum jafnvel enn betur. Hvernig við getum gripið samborgara okkar sem eru að glíma við sárafátækt í einhverju formi innan allra hópa og hvernig við getum gert það sem best. Og ég líka ofsalega hugsi mér fannst fallegt að lesa, bæði þegar ég að lesa stefnur innan velferðarráðs og síðan þessa stefnuræðu, að orðin sem við erum að nota og sýnin sem að blasir við okkur, held ég að sé svo ofboðslega mikilvæg. Hún byggir á virðingu og mannréttindum og skilningi og samkennd, sem að því miður samt ekkert alltaf raunin og ekki síst hjá þeim hópum sem að glíma við sárafátækt og síðan þeim sem að glíma við fíkn og alkohólisma. Og þar sem að því miður eru ennþá mörgum stöðum innan kerfisins svakalegir fordómar og niðurlæging í því ferli sem það þegar fólk veikt af fíknisjúkdómum. Þannig að sárafátækt tengist alls konar, en ég tel alveg þess virði að taka sérstaklega og setja þau gleraugu á okkur með hvað hætti við getum gert enn betur til að sem samfélag að vera styðjandi þegar það kemur að sárafátækt. En ég veit að þessi málaflokkur eins og svo margir aðrir eru þess eðlis að við eigum að halda áfram að reyna að gera alltaf betur, en ég vil líka að við minnum okkur á hversu ótrúlega vel gert og hvaða mikið starfsfólki að þakka. Og við sáum það svo vel í gegnum COVID þegar allt fór einhvern veginn í klessu og við vissum ekki hvað sneri upp eða niður, að það var bara fagmennskan og stöðuleikin og ákvarðanatakan og samvinnan
sem við sem betur fer sem bæjarstjórn fengum bransi vel að fylgjast með, var til svo mikilla fyrirmyndar og eins og ég sagði áður, ég var þakklátt fyrir að vera hluti af því samfélagi. Af því að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason fór að nefna fjölmenningastefnuna, að þá náttúrulega samþykkti stjórn SSNE að fjölmenningastefnan sem var hjá Eyþingi verði sett á dagskrá aðalfundar SSNE í haust og framkvæmdastjóra var falið að taka saman minnisblað um málið og senda aðildarsveitarfélögum fyrir aðalfundir með fundagögnum. Þannig að það stefnt að því að taka þá umræðu á þeim vettvangi og alveg tek undir það að það ástæða til þess að skoða það enn betur. En enn og aftur, kæra þakkir fyrir ákveðlega góða stefnuræðu. Takk. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Heimi yfir mjög góða yfirferð á því sem að sviðin þarna undir eru að starfa. Og ég tek nú undir að hefði vilja sjá meiri framtíðarsýn en yfirferðin góð. Mér langar líkt og Hilda Jana og fleiri að hrósa starfsfólki. Mér finnst það virkilega eiga það skilið sérstaklega eftir síðustu tíma og það hefur verið gríðarlegt álag á sérstaklega þessu sviði innan bæjarkerfisins og bara eftir því tekið hversu vel hefur tekist til og samheldni og samvinna greinilega höfða að leiðarljósi. En fyrir COVID líka var unnið mjög gott starf og hef ég nú sagt þá hér áður í pontu örugglega oftar en einu sinni að starfsfólk á þakkir skili fyrir það. Mér langar aðeins að spyrja nokkura spurninga. Mér langar að spyrja varðandi barnaverndina. Hefur þessi kynning farið fram fyrir börnunum með það að þau geti tilkynnt sjálf eða nú fór þetta stað í vor, þannig ég bara spá í hvar við erum stödd í því ferli og líka ef að kynningar eru hafnar, höfum við séð aukningu í að börnin sé að tilkynna sjálf. Mér finnst þetta bara gríðarlega mikilvægur þáttur og ég vona að það skili sér til þeirra og þetta fari að nýtast sem skyldi. Mér langar líka aðeins að spyrja samtalsmeðferðina, trappan, hvernig hún öðruvísi verklag heldur en við höfum verið með. Mér finnst þetta komið kannski ekkert útskýringar út á hvað þetta gekk en bara mér langar að heyra aðeins meira um það. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Sólu og var búin að velta svolítið fyrir mér varðandi velferðarstefnuna. Hún með gríðarlega ítarlegri aðgerðaráætlun og þegar ég fór yfir hana það eru rosalega mörg verkefni sem að eiga að klárast 2020, þannig ég bara tek undir það. Ég ætla nú ekki að gera Heimi það að fara yfir hvernig lið hér á þessum fundi. Ég gerir ráð fyrir að hann þurfi svör frá starfsfólki til þess að kannski svara því hér og nú, en ég bara tek undir með Sólu, við tökum stefnuna bara fyrir á næsta fundi og þá fáum við yfirlit yfir stöðu verkefna. Mér langaði líka aðeins að ræða þessa tillögu varðandi sameiningu sviðanna. Nú hún svo tillaga ekki ný á láninu, hún búin að vera í umræðu síðan við gerðum stjórnsýslubreytingar á síðasta kjörtímabili. Ég hef heyrt frá starfsfólki sumu hverju að óvissan sé búin að vera gríðarlega lengi hvað eigi að gera og hvernig eigi að standa að þessu. Þannig að ég held að bara við þurfum að fara að fá svör. Mér sagt að ráðgjafi hafi verið að störfum núna í þó nokkuð langan tíma. Þannig að ég held að best fyrir alla væri bara að fara að taka ákvörðun í þessu máli. Ég held allan að það sé búið að vinna að þessu að mér vitandi stöðugt í 1,5 ár, þannig að ég ekki alveg að skilja hvað tekur svona langan tíma. Líka fannst mér pínu sérstakt að þessi umræða hafi aldrei verið tekin fyrir í nefndinni sjálfri hvað ætti að gera í þessum efnum, ekki að mér vitandi allavega, og þeim fulltrúa sem að
situr þar inni fyrir okkur, eins bara fleiri mál sem eru mjög stórar ákvarðanir, eins og það að skila öldrunarheimilunum hafi ekki verið til umræðu í nefndinni sjálfur sem að fer með þessi mál, finnst mér sérstakt. Mér langaði aðeins líka að tala heimahjúkrunina og ég tek undir bara með Gunnar að fá svör, verið að tala meiri samvinnu eða að taka yfir þá þjónustu og ef á að fara að taka þá þjónustu yfir, myndi ég vilja fá skýr svör frá HSN, hvort að þau séu í dag sátt við þær fjárheimildir sem þeirri þjónustu fylgja, því að ég bið okkur undan því að vera að taka við Svarta-Pétri enn eina ferðina. Ég ekkert endilega vissum að þau séu með þær fjárheimildir sem þarf til að sinna þessari þjónustu eins vel og þarf. Þannig að það þarf þá allan að berjast fyrir því að það fjármagn fylgi þeirri þjónustu. Mér langaði líka aðeins að spyrja Mýmaxi hugbúnaðinn og þá fyrstulega bara byrja á því að hrósa hversu vel staða velferðartækni á þessu sviði. Og bara hvað starfsmenn hafa verið duglegir að kynna sér nýja tækni og nýta það inn í starfsemina, því að það mikilvægt að það séu starfsmennir sjálfir að leiða þá vinnu en ekki að það séu alltaf bara að koma skilaboð ofanfrá því þeir þurfa að nýta velferðartækni, heldur að áhuginn liggi þar inni og ég sé að það greinilega Þannig mér langar aðeins að vita með Mýmaxi kerfið hvort að það sé ekki hægt að nýta það á svipaðan hátt og hugbúnaðinn Cara-Connect. Því nú erum við komið þá 2 hugbúnaði, eru þeir bara gjör ólíkir, ekki hægt að nota samtalsmeðferðir í þeim hugbúnaði. Þannig að bara áhugavert að vita það. Síðan langaði mig aðeins að spyrja út í verkefni sem að Heimir minntist ekki á, en ég veit að hefur verið tilraunaverkefni sem að heitir Þjónandi forysta. Og ég veit að það kom hér ráðgjafi til að vinna með stjórnendum hér á öldrunarheimilum Akureyrar og mér langar bara að fá að heyra hvernig það verkefni hafi gengið. Því að ég held það sem ég þekki af þessar stjórnunar aðferð þá tel ég hana henta okkur mjög vel og eigi mikinn samhljóm með þeim vinnubrögum sem við höfum á öðru leyti eins og þjónandi leiðsögn. Þannig að mér langar bara að vita hvernig það tilraunaverkefni hefur tekist og hvort að ætlunin sé að halda því verkefni áfram og jafnvel yfirfæra yfir á önnur svið á næstunni. Já, síðan bara að lokum bara að hvetja starfsfólk áfram í varðandi velferðartæknina og nýsköpunina. Ég lagði áherslu á að þetta færi inn í sóknaráætlun hjá Norðurlandi eystra þegar við vorum með umræðu hana á sínum tíma. Og ég held að það sé mikil tækifæri fyrir þetta svæði í velferðartækni. Við erum með háskólann til dæmis við hliðina okkur og ég veit að það eru aðilar þar innanborð sem hafa líka áhuga á þessum málum. Þannig að ég held að það væri spennandi fyrir þetta svæði að kannski verða bara leiðandi í þessu og þannig að það verði horft til okkar bæði með því hvað við erum að gera innan sveitarfélagsins og vonandi að einkageirinn fari líka að blómstra á þessu sviði. Já, ég heldur bara að láta þetta duga allan í bili. Það bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir í loki máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla líkt á aðrir að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Heimi fyrir gríðarlega fína yfirferð yfir sviðið. Þetta eru fjölbreytt og mikið af verkefnum sem að heyra undir sviðið og ég vil líka eins og aðrir hrósa og þakka starfsfólki sem hafa staðið sig alveg gríðarlega vel og sérstaklega á síðustu tímum og alveg með merkild að skuli ekki hafa komið upp fleiri vandamál og smit og í þessari viðkvæmu þjónustu sem við erum að sinna.
En þannig erum við náttúrulega með alveg svakalega fagmenn og reynslubolta þannig að það er og dýrmætt fyrir okkur að hafa slíkt starfsfólk. Ég tek undir með hérna öðrum sem að segja sko að við erum að veita gríðarlega góð og mikla þjónustu á þessu sviði og það er fyrir okkur sem íbúa Akureyrarbæjar ofboðslega mikilvægt og dýrmætt að búa við þetta þá öryggi. Auðvitað getum við alltaf gert kannski betur en það er samt ofboðslega mikið hér gert og hérna vel svona hugað að þeim sem að þurfa á aðstoð að halda, held ég svona heilt yfir. Þó að við getum og séum alltaf að reyna að finna leiðir til þess að gera enn betur og finna jafnframt fjármagn til þess. Þegar það var nú minnst á aðgerðaáætlunina, þá bara svo það komið fram, við getum bara sett hana sérstaklega á dagskrá bæjarstjórnar, ég held að það sé alveg bara vert umræðuefni eins og bæjarfulltrúi Sóli held ég kom inn á. En hún er undir fundagögnunum í dag og hún er heilmikið plagg og þar er auðvitað hægt að sjá einhverju leyti hversu langt það er komið og miklar upplýsingar sem eru þar inn í því plaggi sko. En svo langar mér bara svona aðeins að fara yfir hérna nokkur verkefni. Það er svo þetta með húsnæði fyrst, sú hugmyndafræði er alveg frábær finnst mér og ég held að þarna séum við algjörlega á réttri leið með því að koma þaki yfir þessa einstaklinga og gera ekki kröfu vímuleysi eða eitthvað slíkt. Þetta bara, það hafa rannsóknir sýnt það og þegar við fengum kynningu á þessu, þú veist, það heillaði mann alveg upp úr skónum að þarna væri leiðin komin til þess að aðstoða þá sem að væri í þessum vandastattir. Og ég ætla að taka undir með hérna bæjarfulltrúa Evu sem var hérna áðan að tala velferðartæknina. Þetta svið hefur staðið sér alveg gríðarlega vel í að ég fylgjast með og innleiða allskyns og ekki á öldrunarheimilin ekki síður og trappa þarna er komin inn sem er áhugavert verkefni og Memax í sömu leiðis. Hvað var það sameiningu sviðana þá hefði ég við hérna vissulega held ég öll vilja sjá við okkur vera komið lengra í þeim málum en ég trúi því að það gangi á næstu mánuðum eða allavega, já, eigi ekki eftir svo langan tíma. Svo langar mér aðeins hérna, þú veist, við erum með ýmis úrræði eins og Bjarmahlíð, Aflið og fleiri og núna síðast er maður að heyra hugmyndir að koma á tilraun á kvennaathvarfi. Það sem að ríkið kemur að með styrk og svo tekur sveitafélagið hér og í raun verður kannski að biðja sveitafélagin hér í kring að vera með líka. Slík verkefni er öll óbóðslega auðvitað góð og þörf en það er svolítið það sem að ég vil kannski svona nefna að fjármagni er yfirleitt alltaf bara til eins árs. Þetta er alltaf svona ótryggur rekstur og fer alveg óbóðslega mikill kraftur hjá öllu þessu fólki alltaf að ná fjármagninu þó að félagsmálaráðherra hafi nú staðið sig bara held ég frekar vel núna síðastliðinu og við gerðum lengri samningi til 2 og 3 ára. En þarna erum við alltaf í þessari sömu baráttu, annaðhvort er þetta nauðsynlegt og við erum sammála það er að segja ríki og sveitarfélög og þá eigum við þetta að gera samninga til lengri tíma þannig að starfsemin geti bara blómstrað og fólk þurfi ekki að eyða allir sinni orku í að afla peninga heldur að fara starfsorkan í starfið sjálft. Aðeins hérna því að var minnst á fjölskylduhús við höfum náttúrulega ofta rætt þetta hérna inni og við höfum talað að þetta er einhver kostnaður upp á 100 milljónir á ári. Það er rekstrarkostnaðurinn. Og það er auðvitað bara heilmikill peningur og það þarf að finna hann þá. Og þegar bæjarfulltrúi Gunnar minntist að það væri ekkert mál, við getum gert eitthvað slíkt, þá væri gott að heyra bara hvað tillögur hann hefur hvaðan við að taka fjármagnið. En ég held að við gætum samt sem áður kannski bara sett okkur betur inn í þá hugmynd. Ég held að það geti mögulega leynst þarna einhverjir svona vinklar þar sem við erum að spara á móti og við þurfum auðvitað að horfa á heildarpakkan og við kannski, ég ætla bara að tala fyrir sjálfum mig, ég kannski ekki gerum ekki alveg grein fyrir því hversu mikið getur sparast annar staðar í kerfinu.
Þannig að oft, eða ekki oft, en stundum lendum við kannski í því að ég spara aurinn og kasta krónni. En vonandi ekki þess tilfelli, ég bara segi að ég er tilbúin í frekari skoðun á því verkefni af því að þetta virðist alltaf dúkka upp aftur og við höfum ekki ljáð málsvæði vegna kostnaðar að við höfum bara ekki séð færi á því að taka af skarið. En ég ætla svo sem ekkert, ég var ekki með neina sérstakar spurningar held ég til formannsins en bara þetta er yfirgripsmikil starfsemi og við alltaf þegar þær stöllir mæta inn á fundi hjá okkur þá verður maður ekki bara, maður fyllist aðdáun og verður bara pínu hissa á hversu mikið við erum að gera. Þannig að ég vil bara enn aftur þakka fyrir góða yfirferð og takk. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka Heimi fyrir góða yfirferð og það er honum líkt. Þetta eru stór og yfirgripsmikil svið þar sem mikið að vera og alltaf eitthvað nýtt í gangi. Mér langaði aðeins til að segja ykkur frá því að ég átti fund með Sambandi Íslenskra sveitarfélaga í morgun varðandi öldrunarheimilin og þar var rætt voru fulltrúar þeirra sveitarfélaga sem eru með rekstur öldrunarheimila og niðurstaða fundur hans var svo að sveitarfélagin ætlaðist að sameinast í þeirri vinnu að skila öldrunarheimilunum, öll sem eitt sem eru með rekstur á öldrunarheimilum því að fyrir utan Reykjavíkurborg, allt svo þau sveitarfélög sem eru með lausa samninga og geta sagt upp samningu sínum við ríkið ætla að gera það. Nú þegar hafa Mosfellsbæingar gert það og Vestmannaeyingar ætla að fylgja í kjölfarið og svo koll á kolli og mér skilst að á Höfn í Hornafirði ætla að gera það líka. Því að sveitarfélögin eru öll í sömu stöðu og við með taprekstur á öldrunarheimilunum og treysta sér ekki lengur til þess að reka þau. Sömuleiðis var rætt þau skilyrði sem ríkið er að setja í nýjum samningum varðandi uppbyggingu öldrunarheimila allt í kringum landið. Það sem við ræddum á síðasta bæjarráðsfundi varðar að sveitarfélagið tryggi rekstur öldrunarheimilanna eða geti framselt það til þriðja aðila og þetta eitthvað sem sveitarfélagin ekki tilbúin að gangast í ábyrgð við. Þannig að við erum ekki ein á báti og ég held að á þessum fundi í morgun sem má nú segja við höfum ákveðnu leyti átt frumkvæði að hafi náðst góð samstaða hjá sveitarfélögunum það að fara í þessa vinnu saman vegna þess að við getum ýmislegt saman en það erfiðara að við séum hvert og eitt að þramma niður í ráðuneyti og þrasa við embættismenn og ráðherra. Ég held að svona drastískar aðgerðir skili miklu meira heldur en það að við séum hvert og eitt að senda ályktanir eða bókanir. Þannig að sveitarfélögin eru ekki tilbúin til þess að standa í þessum ábyrgð lengur og láta skatttekjur sínar renna í ólögbundna þjónustu. Það er bæjarstjóri lokið máli sinni, næst til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Ég segi bara ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessar umræður og spurningar og ég ætla að leitast við að svara þeim og ef ég man ekki hver bar spurninguna fram þá bara fyrst ég forláts fyrirfram. Bæjarfulltrúi Gunnar talar styrkveitingarnar og það bara ótrúlega góð ábending vegna þess að við í velferðarráði höfum verið í erfiðleikum með að ná utan þær líka. Bæði að hugsa hvernig og hvað við eigum að styrkja. Sumir styrkir eru ekki á okkar forræði þó þeir séu teknir út af okkar reikningi, má segja sem svo. Þannig
fyrirhugað að skoða breytingar á reglum og marka okkur bara stefnu hvernig við eigum að leysa þetta mál. Því þetta þetta hefur bara þróast á þann veg að á að auglýsa 2 á ári og eigum við að gera það, eigum við að auglýsa til sérstökum verkefnum og að því þú nefnir Ungfrú Ragnheiði að það er eitthvað sem við sáum ekki fært að styrkja og kannski bara tala almennt styrkin, ekkert sérstaklega Ungfrú Ragnheiði þó að hún kannski dansi á þessari línu að vera heilbrigðisþjónusta og annað og eigum við að bera ábyrgð á því eða ríkið. En það hafa verið að berast til okkur samningar óskum samning til lengri tíma og það finnst okkur bara erfitt að því við höfum ekki þá fjármuni til að gera slíka samninga. Þannig að mín kannski von og að við einföldum kerfið og förum meira að einbeita okkur að svona einskiptis aðgerðum sem hægt að styrkja að því að hitt bara flóknara að binda peninga sem við vitum ekki hvort við höfum til lengri tíma. Þannig að bara mjög góð ábending og við ætlum að skoða þessar reglur. Fjölskylduhúsið, þið spurjuð það í aðgerðaráætlun sviðsins einungis kveðið á að kanna rekstrarkostnaðinn á þessu og það alveg rétt sem hefur komið fram að hann á bilinu 90 til 100 milljónir. Þetta þá hugsað sem hús sem myndu mögulega 7 starfsmenn starfa við. Það eitt svona hús á Íslandi og það staðsett í Reykjavík. Mögulega gætu við bara að því að við erum ekki að sömu stærð og Reykjavík að við erum með einhvern vísi og auðvitað erum við að veita þjónustu fyrir börn með öðrum hætti og stundum kvikna hugmyndir þegar að mikil neyð ríkir og við leysum málin sjálfkrafa og það dæmi það mögulega á sviðinu núna. Þannig að en ég ætla ekki að tala gegn fjölskylduhúsi en rekstrarkostnaðurinn mikill og þann pening bara þurfum við þá að finna ef við viljum setja þetta á dagskráin en í aðgerðaráætluninni bara talað að finna kostnaðinn. Svo í aðgerðaráætluninni og kannski að því að aðgerðaráætlunin nefnd að þið viljið tala hana að í október þegar við samþykktum hana þá var þetta umræða aðeins hana og ég ætla ekki að standa í vegi fyrir því að hún verið tekin aftur upp ef þið viljið. Þannig en við ræddum hana svo sem að mig minnir í október og þá var þessu meðal annars hrósað fyrir hversu vel uppsett hún og til fyrirmyndar fyrir önnur svið að gera slíkt hið sama. Í henni kemur fram þetta samtal heimahjúkrunina og þar stendur bara að Akureyrarbær taki hana yfir. En aðgerðaráætlun mannanna verk, svo ég kannski tali aðeins gegn sjálfum mér, að það þarf auðvitað að skoða, hvort það sé það sem skynsamlegt fyrir okkur. Auðvitað hugsunin með samlegðinni að hafa notendana að leiðarljósi. Fyrirmynd að þessu starfi til í Reykjavík. Þannig að en ég bara með alla fyrirvara á því hvernig við höfum þessu og bæjarfulltrúi Eva nefndi bara HSN í þessu samhengi en sem komið hefur þetta frekar verið einhliða. Að við erum að skoða þetta en samtali hefur ekki verið tekið upp. Góða vangaveltur hjá Gunnari og ykkur bæjarfulltrúum öðrum alþjóðastofu. Varðandi barnaverndina og kynningu á henni í grunnskólanum sem bæjarfulltrúi Eva spurðum að það verður farið á stað með það í haust. Varðandi eins og tilkynningarhnappinn, hann hvarf af heimasíðunni daginn og þurfti að skoða það betur en hann kominu aftur. En þetta mjög jákvæð vinna af hálfu barnaverndarinnar og í þessu samhengi myndi ég bara á að við erum með börn líka í framhaldsskólanum og ég vona að við náum að sinna þeim líka í þessari kynningu. Trappan viðtalsaðferð gagnrýnd aðferð og hún markviss og hún hugsuð fyrir börn sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi. Þannig að hún að virka vel. Það var spurt
Bæjarfulltrúi Eva spurði þjónandi forystu og á öldrunarheimilum Akureyrar. Hún gekk vel og það sem meira að hún tónar vel við Eden-stefnuna. Hins vegar var sett hún var sett á hold þegar að COVID-19 kom yfir okkur en hugmyndin var að skoða þetta sem svona pilotverkefni fyrir önnur svið. Bæjarfulltrúi Eva spurði Memaxi versus Cara Connect. Þarna erum við bara að tala epli og appelsínur. Memaxi er samskipta og skipulags svona app sem auðveldar aðstoða umönnun og bætir samskipti og rýfur einangrun og brúar bili milli þeirra sem njóta aðstoðar og fjölskyldna og þjónustuveitenda. Cara er svona viðtalshugbúnaður sem sálfræðingar og aðrir geta nýtt á öruggan hátt. Varðandi gráusvæðin sem bæjarfulltrúi Gunnar nefndi að þar eru við líka að sjá það að stundum sleppir ríkið höndum af ákveðnum málum sem þá lenda á sveitarfélaginu og það er bara hvimleitt og vonandi þurfum við ekki að horfa upp á mörg þannig tilvik ef ég hef skilið hann rétt. Svo voru spurningar upplýsingar til starfsmanna og það get ég bara ég held að við getum aldrei upplýst of mikið og ég tek það þá bara á mig og stundum þegar maður vinnur svona þétt saman bæði með starfsmönnum sviða og ykkur bæjarfulltrúum þá heldur maður að maður sé búinn að koma öllum upplýsingum til skila og að því að þú nefndir sameiningu sviðana þá hefur starf þar verið unnið í nokkra mánuði, auðvitað hefði það mögulega mátt ganga hraðar en ég held að við getum bara alltaf lært af því að upplýsing til starfsmanna er bara mikilvæg og við verðum bara alltaf að vera á tánum með það. Varðandi biðlista og félagslegt húsnæði að við erum auðvitað að taka nýjan þjónustukjarna í gagnið í sumar, annar er á teikniborðinu fyrir 2023. Þetta eru rúmlega 700 milljónir í framkvæmdar áætluninni sem fara í félagslegt húsnæði. Auðvitað höfum við pínlítið verið að leggja áherslu á úrræði fyrir sértæka hópa og ég fagnaði alveg gríðarlega að lítil einbýli séu að við séum að ná þeim í gegn og ég raun og veru skil ekki ég skil alveg af hverju okkur gekk það svo illa að þar er bara styðjandi samfélag á pínulítið langt í land bara svona almennt þó að ég sé ekki að taka verkefni styðjandi samfélag varðandi heilabilun og ég tek undir með Hildi Jönnu að við eigum auðvitað að vera styðjandi samfélag bara generalt og biðlisti eftir íbúðum er ég nefndi 4 ár og þetta er auðvitað flókið að fjalla þetta en sko flestir sem hafa beðið eftir íbúð hafa fengið úthlutun. Þeir sem hafa beðið lengst eru að bíða eftir sértæku húsnæði fyrir fatlað fólk og þar er einn á biðlista, einhverjir hafna þegar þeir fá. Þannig að þetta er bara mjög flókið en auðvitað þeir sem hafa beðið lengst hafa beðið í þennan tíma. Svo má nefna það að Akureyrarbær útbjó 2 hentugar 2 herbergja íbúðir í 603 í Keilusíðu. Brynja leigufélag hefur verið duglegt að fjárfesta en þeir keyptu 5 íbúðir á árinu 2018 og hafa keypt 2 á þessu ári en bærinn hefur veitt stofnframlög til 8 2 herbergja íbúða til þeirra að auki. Við fáum svo 2 herbergja íbúðir og 1 stúdíóíbúð til úthlutana í gegnum leigufélag Bjarg og verður vonandi auglýst í kringum næstu áramót. Þannig að svo höfum við verið að kaupa sértækt húsnæði eins og þið eru vonandi meðvituð og svo er verkefni Bjargs leigufélags í Guðmannshaga þar sem Akureyrarbær veitti stofnframlag til að koma á 12 nýjum íbúðum en þær eru
3 herbyggja, 4 herbyggja og 5 herbyggja. Þannig að við erum auðvitað að reyna að gera okkur besta í þessum efnum og já, ég held ég hafi svarað í flestu sem ég náði að skrifa niður. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið málsins orðið laust. Við fleira ekki hvað sé hljóðs, þá segi ég umræðu þennan lið lokið og þá koma 8. lið á dagskrá og það er skýrsla bæjarstjóra. Til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gaman að sjá ykkur. Það er dálítið sérstakt að hittast aftur eftir langar fjarvistir og vera á fýsiskum fundi en ekki í hinum stafræna heimi. Það er gott að sjá ykkur en hitt er líka bara alveg ágætt. Það er mjög velviðeigandi að fyrsta atriði í þessari dagbók minni er það að 7. maí var fundur ráðgjafarráðs stafræna framþróun sveitarfélaga og ég tel að þetta samtal og þetta samstarf sem við erum að eiga þar skiptir miklu máli þegar kemur að frekari samvinnu sveitarfélaga í rafrænni stjórnsýslu. Allavega er ég mikill talsmaður þess að við gerum þetta saman og vinnum þessi verkefni saman vegna þess að þau eru dýr og það kallar á mikla sérþekkingu og ég held að sveitarfélög sama á hvaða stærð þau eru hafi einfaldlega ekki bolmagn til þess að fara ein í þá vinnu. 8. maí var fundur SSNE með bæjar- og sveitarstjórum á starfssvæðinu og þá var fulltrúar frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands gestir á fundinum. Við höfum verið að hittast vikulega þessi hópur svona á tímum COVID og eiga samtal við hina og þessa aðila sem geta komið á góðum notum. Þetta hafa verið mjög góðu fundir og ekki síst hafa þeir verið gagnlegir og góðir fyrir okkar samstarf og ég held að það sé mjög mikilvægt á tímum sem þessum að við séum í góðu sambandi og það sé breytt samband og gott okkur á milli. 12. maí var ég með erindi á fjarráðstefnu á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem stafræn þróun var rædd. Mín nálgun var út frá nýjum starfsháttum og nýrri framtíð í kjölfar COVID. Mér fannst þetta mjög áhugaverð ráðstefna og ég vona að hún skili okkur eitthvað áfram og eins og ég nefndi hérna áðan á þennan samvinnu og samtalsvagn. En ekki síður þá finnst mér gríðarlega mikilvægt að við förum að innleiða nýja starfshætti og hraða stafrænni þróu og rafrænni stjórnsýslu hjá okkur. Og ég held að við sem búin að læra svo ofboðslega margt núna síðastliðna mánuði og sjáum að það er einhvern veginn allt hægt og það er bara lausnir við vandamálunum og ég hlakka mikið til næstu mánaða og sjá hvernig við látum þetta vinna með okkur þetta ástand. Það eru tækifæri í öllu. Þennan sama dag satt ég fjárfund með fulltrúum UNICEF vegna innleiðingar á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Tilgangurinn var að taka úr starfið sem hefur átt sér stað í sveitarfélaginu og það er ekki ofsögum sagt að við fengum fullt hús stiga og innleiðingin hjá Akureyrarbæ, það kom greinilega fram í þeirra máli, þykir vera til mikilla fyrirmyndar og umframvæntingar sem gerðar voru í upphafi og það eru núna allnokkur sveitarfélög sem ætla að fylgja í kjölfarið á okkur í varðandi innleiðingar á barnasáttmálunum. Þannig að þetta var bara mjög gleðilegt. Svo þannig að seinni part þá var ég á vinnufundi með ykkur bæjarfulltrúum. 13. maí satt ég fundum rafræn skil, gagna til héraðsskjalasafnsins. Við viljum skoða vel hvernig við erum að gera þetta í dag og hvort það sé þörf á að gera breytingar, sérstaklega ljósi einföldunar á störfum og rafrænnar stjórnsýslu og svo framvegis. Og 13. maí undirritaði ég samning við umhverfisráðuneytið og Vistorku í gömlu gróðrarstöðinni á Krókari sem gengur út á aukna nýtingu á moltu og þarna var umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson og ákaflega gleðilegur dagur og skemmtilegur þar sem var lagður grunnur á moltulundi
í kringu skíðasvæði í Hlíðarfjalli og að halda áfram að bæta græna trefilinn. Ég bind miklar vonir við þessa uppgræðslu upp við skíðasvæðið. Og seinni daginn þá satt ég aðalfund Hafnasamlags Norðurlands. 14. maí þá var fundur hjá samráðshópi almannaheill íbúa á Akureyri og hópurinn hittist í annað sinn til þess að fara yfir stöðuna. Og mér þykir þetta ákaflega góður vettvangur til þess að tryggja upplýsingar á milli sveitarfélaga, félagasamtaka, verkalýðsfélaga og stofnana séu réttar og við séum öll meðvituð hvar vandi sé á höndum og hvað sé verið að gera og hvernig við eigum að bregðast við og hvernig sé best að gera þetta saman. Og mér fannst þetta nú bara mjög góður fundur. Aftur 15. maí fundur SSNE og sveitarfélögum og gestir fundarins að þessu sinni voru þingmenn kjördæmisins. Og svo þetta var síðastliðinn föstudag og í gær var upptaka vegna námskeiðis sem við verðum með hjá Akureyrarbæ og gerðum við það í listasafninu. Og svo í morgun var þessi fundur með sambandinu vegna málefna hjúkrunarheimila og eins og ég lýsti fyrir ykkur áðan hvar mikil samstaða var í þessu öllu saman og mér fannst mjög gott að heyra það hvað sveitarfélögin voru einhuga. Og síðan var fundur með HSN, Framkvæmdasýslunni og heilbrigðisráðuneyti varðandi uppbyggingu heilsugæslustöðva hér á Akureyri. Og svo áður en ég kom hérna á fundinn þá átti ég fund með sviðsstjórum fræðslu og samfélagssviðs vegna skipulags í kringum framkvæmdirnar við Lundarskóla. Nú til viðbótar þessu þá hafa síðustu 2 vikur þá hefur verið mikil vinna farið í undirbúning vegna atvinnuátaksverkefna og ráðninga í sumarstörf. En Akureyrarbær mun gera sitt besta til að tryggja ungu fólki sumarvinnu og má gera ráð fyrir að sveitarfélögin ráða yfir 1000 ungmenni í vinnu í sumar sem að stærstum hluta undir 25 ára aldri. Og svo erum við búin að vera að undirbúa fjárhagsáætlanir, gerðina og nálgunina þeirri vinnu og er ég búin að boða fyrsta vinnufund núna á mánudaginn. Þannig að það er allt að komast í sama slagkraft og var fyrir COVID og það þýðir ekkert annað en að gefa í og missa ekki kjarkinn þrátt fyrir það að það sé eitthvað smá pus. Það eru svona flestir að mæta til vinnu í Ráðhúsinu, þetta er svona hægt og rólega að gerast. Framkvæmdin ganga vel og það er eftir að klárast núna í júní á jarðhæðinni, þannig að það verður mjög spennandi og frábært fyrir starfsfólkið að koma í nýja vinnuaðstöðu. Og það er almennt bara góður andi hjá starfsfólki. Við erum með reglulega fundi sviðsstjóranir og eigum gott samtal og svo eru starfsmannasamtöl með sviðsstjórum að hefjast í næstu viku. Þannig að það er ýmislegt í gangi og bara við erum bjartsýn fyrir sumarið og hlökkum til að taka á móti fullt af íslenskum og erlendum gestum hér í sumar. Takk. Það er bæjarstjóri Ásthildur Sturlusdóttir lokið máli sínu og dagskráin tæmd. Eftirtaldar fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 30. apríl, 7. og 14. maí. Bæjarráð 7. og 14. maí, frístundaráð 7. maí, skipulagsráð 13. maí, stjórn Akureyrarstofu 14. maí, umhverfis- og mannvirkjaráð 8. maí, velferðarráð 7. maí og þessar fundagerðir allar hægt að nálgast á heimasíðu bæjarins og ég segi þá fundi slitið klukkan 18:47. Takk fyrir góðan fund.